Já, velkomin í vinnuskúrin á laugardagsmorgni. Það er 29. janúar. Janúar að vera búinn. Tók eftir í morgun að það er byrjað að birta þess snemma. Það er svona vetrarstillur í Reykjavík og bjartur himinn. Þá allt í einu fattar maður að sólin er byrjað að koma upp aðeins fyrr og það eru 2 dimmustu mánuðirnir liðnir. Það er ekki beint vor í lofti en það er svona áhitt vor. Herðu vinnuskúrin þá ætlum við að ræða í fréttir vikunar eins og algengt er í svona þáttum víða heim. Hingað koma svona korter í 11 Magnús Þór Jónsson, hann er nýkjörinn formaður Kennarasambandsins, Ragnar Þór Ingólfsson sem er formaður VR og Guðbjörg Kristmundsdóttir sem er formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur. Við ætlum að ræða þá fréttir vikunar. Fyrstur er hingað kominn Breki Karlsson, hann er formaður Neytendasamtakanna og hann ætlar að fyrst að segja ykkur aðeins frá sér og samtökunum og baráttu neytenda og svo blandar hann sér í hópinn með okkur hinnum að ræða fréttir vikunar á eftir. En Breki, ég ætla nú bjóða þig velkominn í vinnuskúrin. Takk. Þetta forspjall í vinnuskúrnum, þetta snýst svona að kynna fólk og samtök og þeirra sína baráttuna. En mér er svona eðlilega bara að spyrja fyrst svona, hver er Breki Karlsson? Hver ertu og hvaðan kemurðu? Já, ég er Reykvíkingur í húð og hár, státa af því að eiga 2 langömmur sem fæddust í Reykjavík og gerir aðri betur með það. Þannig að ég átti svo sem eðlilega og venjulegt uppeldi, ólst upp í Vesturbænum. Foreldrar mínir fóru utan til náms til Danmerkur. Og síðan fer ég í menntaskóla og háskóla og útskrifaðist fyrst úr háskólanum í Reykjavík með viðskiptafræði, próf upp á vasann og fer síðan utan til Danmerkur og tek mitt meistarapróf í hagfræði í CBS í Kaupmannahöfn. Annars er ég 3 barna faðir og giftur bý í Hlíðunum. Er það okkur eftir ekki bara að vinna í banka eins og aðrir svona viðskiptahagfræðingar? Hvað er þetta að gera í baráttu fyrir almannasamtök? Já, ég held að ég eigi nú seint heima í einhverjum banka 9-5 bindisvinnu, sko. Ég hef aldrei fundið mig í slíkri vinnu. Ég hef svona reynt í gegnum tíðina og hef svona passion fyrir því að reyna að bæta heiminn eitt hænuskref í einu. Ég stofnaði 2008 stofnunum fjármálalæsi, þar sem við vorum ég var að reyna að efla fjármálalæsi Íslendinga og þar sem ég stundaði rannsóknir á fjármálalæsi Íslendinga en starfaði einnig með erlendum samtökum og stofnunum við það að efla fjármálalæsi víða heim. Og það er svona tengist, sko, þessari neytendabaráttu líka, sko, og þessi svona, ég veit ekki hvað það er. Þetta er kannski eitthvað í uppeldinu líklega að foreldrar mínir og sérstaklega mamma mín var mjög aktív í pólitík á sínum tíma. Hún var ein af stofnendum kvennalistans á sínum tíma og var mjög virk þar árabil. Og ætli ég hafi ekki bara erft þetta frá henni og þessi, sko, oft brjálæðislega réttlætiskennd sem ætli hún sé ekki komið frá henni og reyndar frá báðum foreldrum mínum, sko.
En fjármálalæsi, það hugtak sem kemur í Íslands samfélag í gegnum þig? Ekki Já, að segja það? Já, ég held að sko, ég gerði sem útskriftarverkefni mitt 2005 úr Háskólanum í Reykjavík, þá gerði ég rannsókn á fjármálalæsi framhaldsskólanema og það magnað að við allavega á þeim tíma, þá ég held að það sé sko í fyrsta skipti sem fjármálalæsi, hugtakið hafi verið notað á íslensku, þó að það hafi náttúrulega verið mjög lengi einhvers konar fjármálafræðsla og það má segja að sko, neytendasamtökin hafa í gegnum tíðina verið í fararbroddi þar, meðal annars verið með heimilisbókhald sem fólk félagsmenn geta nálgast alveg frá upphæfi og verið menn þá með það. Þannig að þetta tengist sko, þessi barátta þannig að og rauninni sko átti stofnunin fjármálalæsi sem var svona rannsóknarstofnun eiginlega, mögulega segja, hún var stofnuð ásamt Háskólanum í Reykjavík á sínum tíma en átti mjög gott samstarf með neytendasamtökunum árabil og þá sést sem svona kórónaðist í baráttunni gegn smálánum og þannig má segja sko að þetta tvennt tengist. Fjármálaleysi, það oftast notað svona í pólitísku umræðu, hvað að segja, svona frá hægri. Þú ert fátækur, Breki minn, vegna þess að þú ert bara ekki nógu fjármálalæs og ég svona ríkur af því ég svona fjármálalæs. Þannig að raunverulega félagsleg stað okkar afleiðing af svona persónulegri get okkar. Þannig ef þú væri bara aðeins fjármálalæsari, þá væri ekki svona fátækur. Þetta náttúrulega orðræða sem að fátækt fólk bara þolir ekki, því að það veit að reynslu að það engin fjármálalæsari en sá sem á ekki sko fyrir borun ársins. Það að berjast fyrir því að eiga fyrir mat út mánuðin, verður að velta fyrir hverja einustu krónu og þegar segjum Bjarni Benediktsson sem tölvöld notað þetta hugtak fjármálalæsi eins og það sé svona lausn að kenna fólki að hætta að vera fátækt með því að vera fjármálalæsi. Þetta fer alveg í fínustu taugarnar á fátæku fólki að heyra mann sem að fæddist með silfurskeið í munnunum af foreldrum sem fæddist með silfurskeið í munnunum vera að tala fjármálalæsi sem aldrei þurfti að hafa neinar áhyggjur af neinu peningum. Þannig að svona í umræðunni, við spyrum hvað þín afstæð þá þetta oft notað svona, þetta svona nýfrjálslegilegt hugtak. Leiðin til þess að breyta heiminum að breyta sjálfur þér. Leiðin til þess að vinna út af fátækt, þú bara að vinna þig sjálfur upp á fátækt sem að Hannes Hólmsteinn hefur verið að hamra á kendu, hann sitt aldrei gefa neinum fisk, þetta að kenna ykkur að fiska sem náttúrulega engi kannast við að Hannes Hólmsteinn hefur verið að kenna mönnum að fiska þetta, ef að stólkum að Hannes kunna fiska sko. Þannig að þú kannast við þetta í umræðinni, í pólitísku umræðu þetta hugtak sem kemur frá hægri, þetta svona Reaganomics hugtak. Já. Kanntu vel við þá notkun á Nei, ég held nefnilega í umræðinu gætir nefnilega mikils misskilnings á hugtakinu fjármálalæsi og það fjármálalæs sig engin út úr fátækt. Það er bara misskilningur og fjármálalæsi og síðast sérstaklega svona upp að síðkastið. Nú hef ég komið að eflingu fjármálalæsis og innleiðingu fjármálalæsis áætlunar í fjölmörgum löndum og það snýr ekki að því að einstaklingunni þurfa að haga sér og einn eða annan hátt heldur snýr það að kerfinu. Það þarf að breyta kerfinu þannig að fólki sé ekki stillt endalaust upp í vegg að velja úr einhverjum afarkostum heldur að það fái alvöru leiðbeiningar eða að vondir kostir séu smám saman teknir út af borðinu sem til dæmis kristallast svolítið í smálánabaráttunni að okkur hefur tekist að miklu leyti hjá neytendasamtökunum og með dyggri aðstoð
margra annara í rauninni samfélagsins alls, hvort sem litið til verkalýðsfélagana sem studdu okkur eða fyrirtækjana sem við svona höfðum samband við og í sumum tilvikum þurftum við að þrýsta verulega á til þess að þau sæju ljósið, en okkur hefur tekist í þeirri baráttu að nánast útrýma allavega þessu verulega slæmu kostum sem voru í boði. Og þetta snýr að þessu, að fjármálaleysi snýr ekki að einstaklingunum að þeir þurfa að haga sér, heldur snýr að því að stakkurinn sé sniðinn af okkur öllum, þannig að við getum öll tekið þátt í samfélaginu sem jöfnustum grundvelli. Þú nefnir smálánin og þegar ég var að tala fátækt fólk, ég man að í ykkur viðtalið þá sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi frá því að þegar hún var að komast í gegnum nám, hún af fátæku fólki, alveg með fátækri einstæðri móður og brausti mennta, eins og sagt í gegnum kláraði mannfræði. En lánakerfið þannig að þú færð eiginlega ekki framfærslu. Það eiginlega innbytt í kerfið að þú fáir stuðning foreldranna líka og fólk af fátækum heimilum færð það ekki og það verður mikið það rætt til dæmis undanfarið að ef það einstæð móðir og uppkomið barn býr heima og uppkomið barn að vinna sér peninga sumari til þess að geta farið í skóla, þá missir móðurinn húsnæðisbætur og allt slíkt, þannig alls konar fátæktarkeðjur inn í þessu. En til þess að komast í gegnum námi þá hafði hún enga aðra valkosti en að taka svona smálán til þess að bara eiga fyrir mat, til þess að geta klárað sitt mannfræðipróf. Þannig að þarna getur fjármálalæsið ekki bjarga neinu, en það sem að barátta ykkar í Neytendasamtökunum var eiginlega að stoppa smálánin, þannig að Sanna háskólanemi í dag hefði ekki þá valkosti til þess að klára námi, þannig það vantar eiginlega hvernig á að styðja fólkið sem að hrekst út í því að taka smálán, alveg eins og hvernig á að styðja fólki sem að hrekst að taka lán hjá mafíunni í New York sem að vitni í svona þar sem að fólk þekkir það, hvernig fólk nær tökum á fólki og merg sígur það síðan. Hvað þeim lausnir á því? Sko, þetta nákvæmlega þetta sem snýr að fjármálalæsi og þetta snýr að þessum áætlunum sem við höfum verið sem ég var að vinna, að taka þátt í að vinna með svona landsáætlunum í fjármálalæsi, það er náttúrulega algjörlega galið að í gegnum tíðina hafi námslán í fyrsta lagi ekki verið nægilega há til þess að fólk geti lifað á því og líka að þau hafi verið eftirágreidd. Þannig að fólk hefur þurft að annarkvort að slá lán hjá yfirdrætti eða jafnvel þurft að taka svona smálán, og þetta nákvæmlega það sem ef við færum í í svona einhvers konar landsáætlun í fjármálalæsi eins og var eins og ég hef tekið þátt í að gera, þá eru þessi atriði rakin og fundin leið til þess að bæta þar úr. En eins og ég segi, það fjármálalesi enginn út úr fátækt. Það bara ekki, en þjóðfélagið og við sem samfélag, okkur ber skylda til þess að standa vörð fólk, þannig að það geti brotist til náms eða gert það sem það á rétt á að gera. Og við þurfum að breyta kerfunum en ekki að breyta fólki. Og það alveg rétt eins og þú sagðir áðan að það engin fjármálalæsari heldur en fólk sem þarf að horfa í hverja krónu á veltinni fyrir sér.
Já, en þarna erum við komin út í pólitík, ef þetta ekki valdefling einstaklinganna og ekki þeirra svona persónulega geta eða hæfni, heldur snúist félagslegt kerfi og bara félagslegt eða bankakerfi er náttúrulega félagslegt kerfi og stuðningur bankakerfisins það nær til við erum með fullkomið kerfi til þess að sinna stórfyrirtækjum og fjármagnseigendum alveg, en svo stoppar kerfið einhvers staðar þegar það kemur að fólki sem að býr við lakastan kost og það nýtur ekki stuðnings bankakerfisins og þá þarf einhver að gera kröfur breytingar hvernig á að styðja hina efnaminni til sjálfshjálpar. Það var þetta komið út í pólitík og neytendasamtökin gætu þau komið með kröfu námslaun í staðinn fyrir námslán ef það verður lausn, gætu þau komið með kröfur slíkar breytingar á grunnkerfunum okkar eða eru neytendasamtökin of svona borgarleg samtök til þess að geta komið fram með slíkar svona félagslegar eða pólitískar kröfur? Þetta er áhugaverð spurning. Samkvæmt lögum samtakana þá eigum við að vera óháð öllum samtökum og félögum og fyrirtækjum og flokkum, stjórnmálaflokkum. Já. En sko og ég held að það sé sko mín persónulega skoðun er að það er svo að við frekar að reyna að taka þá þætti að sko neytendasamtökin eru náttúrulega samtök neytenda sem hefur svona þá og ef þú ert neytandi þá hefur kannski undirgengstu það að taka þátt í neyslu samfélaginu og ég held að samtök eins og okkar þurfi að náttúrulega fyrsta lagi, sko, við þurfum að forgangsraða og það eru náttúrulega ótal mál sem við getum verið látið til okkar taka í, en ég held að þess vegna höfum við nú einmitt grunnstefnu samtakana sem segir sem byggir svona á grunnkröfum neytenda samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna og þú talar sko hvort að neytendasamtök séu borgarleg eða ekki sko. Það er áhugavert sko og til dæmis að sko þó að barátta til dæmis neytendasamtakana og annars vegar og verkalýðsfélagana fara að mörguleyti saman, þá eru þau sprottin sko upp úr alls gjör ólíkum aðstæðum. Uppruni neytendabaráttunnar má eiginlega kannski rekja til flestir rekja það til yfirlýsingar John F. Kennedys 1962 það sem hann sko í rauninni og það sem neytendur í rauninni þessi consumerismi er eiginlega búinn til það sem hann kemur fram með fjögur réttindi neytenda og það er svo samþykkt fyrir þinginu öryggi, rétt til öryggis, rétt til upplýsinga, rétt til vals og til áheyrnar. Og síðan er þetta tekið upp hjá Sameinuðu þjóðunum og það er síðan samþykkt þar, það sem bætt við réttinum til grunnþarfa, úrlausnar, fræðslu og heilbrigðs umhverfis. Við gengum skrefi lengra í stefnumótun hjá neytendasamtökunum 2019, þar sem fundur samtakana samþykkti að taka þessi 8 grunnkröfur neytenda inn sem svona primer fókus. Þá bættu við einnig við réttinum til stafrænna neytendaverndar sem eru verða mikilvægur og mikilvægur á okkur öll. Þannig að sko þó að sko barátta verkalýðs
hreyfingarinnar farið mjög oft saman og við höfum staðið saman að mjög mörgum málum, Neytendasamtökin og verkalýðshreyfingin og núna sérstaklega undanfarin misseri gegn smálánum þar sem verkalýðshreyfingin hefur stutt dyggilega við bakið á okkur sér í lagi þegar að fyrirtækin fóru að stefna samtökunum og mér persónulega fyrir meiðyrði eins og væri hægt að meiða að segja eitthvað sem myndi hnekkja þeirra orðstíri enn meir þá hefur þessi barátta átt mikla samleið og ekki bara í þessu heldur í mörgum öðrum málum. Við Neytendasamtökin hafa frá 2011 verið með leigjenda aðstoð þar sem fólk sem leigjendur geta hringt inn til okkar og fengið leiðbeiningar stöðu og réttindi og verkalýðshreyfingin hefur einnig stutt þar byggilega við. Má ég spyrja þetta? Ég ætla að spyrja aðeins meira ógurlanu eftir og bara tökar við því. En þetta með svona uppbyggingu samtakana og hvers konar stefnu og afstöðu geta svona samtök tekið. Þú bendir á að uppruni Neytendasamtakanna kannski úr svona, gullaldar samfélagi eftirstríðsáranna, Kennedy og Johnson, þegar var svona hugmyndum að það vera hægt að láta rætast innan samfélagsins drauma stríðskynslarinnar, að það hefði verið eitthvað tilgangur með stríðinu, að við getum fengið betra samkomunótur. Johnson sagði að það veri engin tilgangur með því að hafa formlegt samfélag á millum okkar nema það væri til þess að rétta hag hins veika og styrkja hinn fátæka. Það var eiginlega tilgangur með samfélaginu, þannig að þetta svona tímabil og ég held að við verðum að ræða í síðasta vinnuskúr að þessi hugmynd væri eiginlega dáin út úr samfélaginu, að þetta var hugmynd sem að hægrið og vinstri báru saman, sumir náttúrulega töluðu sögðu þetta en hugsuðu eitthvað allt annað og þar höfðu gotunum, en þetta var svona, þú kannski ekki þátt í almennri pólitík nema ganga út frá því að verkefnið væri að rétta hag allra. Verkalýðshreyfingin, hún hins vegar miklu eldri, hún sósíalískum grunni, það bara þannig. Þannig að þegar verkalýðshreyfingin að endurvekja sig í baráttu inn í svona þessum síðkapitalísku tímum sem við lifum núna eftir fall nýfrjálshyggjunar sem hugmyndastefnu, að þá geta þau sótt í eldri fyrirmyndir baráttuna og kannski svona það eru skýrari myndir af því hver eru hagsmunir launafólks og hver er andstæðingurinn. Andstæðingurinn er fyrirtækjaeigandinn. En hjá ykkur sem að sprettið út úr borgarlega samfélagi eftir stríðsáranna, þá ekki þessar fyrirmyndir. Í verkalýðshreyfingin lýðræðið býr þar inni að hún getur eiginlega samþykkt hvað sem er. Það bara lýðræðislega ákvörðun hópsins að hafa þetta sem stefnuna og þá beygir fólk sig undir það. Það var á nýfrjálshyggju árunum var reynt að segja sem svo að ef að VR samþykkir einhverja stefnu að þá verður hún að vera þannig að allir félagsmenn geti sett sig við hana, því annars verið að brjóta á félagsréttindum viðkomandi fólks, þannig að það væri svona innbyggt inn í verkalýðshreyfinguna að þynnast út og það gætur ekki sett neitt mál á dagskrá nema 99,99% væru fylgjandi því. Lýðræðið náttúrulega ekki þannig, það nóg að inn í verkalýðshreyfingunni verði til meirihluti til þess að samþykkja eitthvað og þá verður bara minnihlutinn að berjast fyrir því að þeirra sjónarmið vinnið þá bara næst. Það geta skipt formann eða unnið stefnu sinni í framgöngu á félagsþingum eða fundum, einhver slíku. En hvernig lítur á þetta í neytendasamtökum? Gætu neytendasamtökin orðið róttækari, hefðu gott að slíkri umræðu að það væri armur sem að vildi fara lengra en armur sem að vildi fara hægar og það væri átök á milli og út úr því kæmi eitthvað gott, eða eins og hefur kannski verið svona stemmingin undanfarin 20-30 ár að svona samtök verði eiginlega forðast það í lengstu lög, það megi ekki koma fram með neitt sem að stugga getur samstöðunni, að taka samstöðuna fram með sannleikann, svo ég vitni nú í gamlan formann Sjálfstæðisflokksins sem að sagði þetta á eins og landsfundi, að stundum þetta verður við að taka
samstöðuna fram við sannleikann. Átti að náttúrulega við sannleika hvers og eins út í sannum að þú verður bara að gefa eftir að sætta þig við að sumt bara ekki við hæfi að taka fyrir í svona félagsheildum. Sérðu þetta, er þetta eitthvað svona fyrirbrigði eða, nú þetta margliða spurning, eða staðan þannig að svona félagsleg þáttaka í samfélaginu orðið svo veik að svona umræður, þar sem ég að lýsa miklum átökum innan svona almannasamtaka, að þær eru raunverulega ekki að dagskrá vegna þess að það bara eru og fáir að inni til þess að verði einhver átök og þar með einhver svona nýsköpun. Hvað var þetta aftur hann í miðjunni, svona spurður? Nei, þetta var mjög löng spurning. Ég held sko í fyrsta lagi, þá verða samtök eins og okkar að fókusera. Ef við færum út allt og værum myndið okkur stefnu allt og ekkert, þá erum við þá erum við bara pólitískur flokkur. Það held ég að við séum ekki, en það eru samt sem áður, það eru 8.000 félagsmenn hjá Neytendasamtökum sem láta sig varða. Það eru það bil 10.000 mann sem hafa samband við okkur á hverju einasta ári, út af hinum ýmsu málum, bæði félagsmenn og aðrir. Við fáum á hverjum degi ábendingar hvað við ættum að láta til okkur taka, og starfsfólk náttúrulega hér tekur við tæplega 1000 mál í hverjum einasta mánuði, og auðvitað við erum ekki mjög mörg, við erum þrátt fyrir að vera með höfðatöluna góðu, langstærstu neytendasamtök í heimi, 44. hver Íslendingur er félagsmaður það bil. Næst stærstu neytendasamtök í heimi eru hinn dönsku, sem hvar 100. hver Dani er félagsmaður. Við erum og þannig að við erum í mjög góðu sambandi alltaf við okkar félagsmenn, og okkar félagsmenn eru mjög duglegir að hafa samband við okkur og láta okkur vita, og annað innan stjórnar okkar, við bara stjórn Neytendasamtakanna skipa 12 manns, og þar eru mjög skiptar skoðanir og mjög hreinskiptar umræður svona grundvallarstefnu hvert við að fara, og við ræðum okkur niður á lýðræðislega niðurstöðu, og við erum alls ekkert öll sammála, og ég er ekki alltaf sammála niðurstöðu þar, en ég er fulltrúi formaður stjórnar og hef farið fram með einni röddu í þeim málum sem svona hafa verið snúin, og það sem við höfum tekið slægin. En auðvitað er sko þáttaka í félagsstarfi er svona á undanhaldi, og það er ekki bara hér á Íslandi. Við erum í mjög góðu samstarfi við systursamtök okkar á Norðurlöndum, og það er alltaf, allstaðar er þessi nákvæmlega sama þetta sama mál upp á dagskrá. Hvernig getum við fengið fleiri til þess að taka þátt? Ég held að séu sko, og þeir horfa til Íslands með það sko, hvernig í ósköpunum fáið þið svona marga félagsmenn verandi bara svona fá. Þannig að það er gert með því að hafa sko fyrirtæki nógu slæm. það vekur fólk til þáttöku. Óréttlæti knýr fólk til réttlætisbaráttu. Já, algjörlega, það er alveg rétt, og félagsmönnum það er alveg rétt. Félagsmönnum hefur fjölgað alltaf í kringum svona stærri mál. Þeir hafa aldrei verið fleiri heldur en þegar í kringum kartöflumálið á sínu tíma. Þegar að sögn voru í kringu 20.000 manns, þegar átt að selja okkur ónýtar finnskar kartöflur, og
sem líka að sögn sko eyðilagði kartöflu neyslu heillar kynslóðar. Það fólk á þeim tíma hætti að borða kartöflur og hefur aldrei snúið tilbaka eiginlega og borða núna hrísgrjón í staðinn. Þegar að einokunarverslunin með kartöflur ætlaði að selja okkur þessar og skemmdu finnsku kartöflur. Núna síðast má nefna líka þegar að ríkisstjórnin kom fram með mjög vont frumvarp að í kringum pakkaferðir þegar í upphafi kórónuveiru faraldursins að það átti að gera neytendur að lánveitendum ferðaskrifstofa og sem var alveg galin hugmynd og við bentum á það og við vorum komum mjög fljótt með aðrar tillögur en samt sem aður var farið fram með þetta frumvarp sem náttúrulega vakti fólk og fólk í kjölfarið skráði sig til þáttöku í samtökunum og það má eiginlega segja það í kringum svona stærri mál þá vaknar fólk og hugsar sinn gang og tekur þátt og segir, heyrðu, ég vil kannski styðja þetta góða framtak. Við erum verið við þetta líka núna daginn þegar að enn einn raforka var að okra á hluta sinna viðskiptavina. Þegar rafmagn til þrautavara var allt í einu orðið mun dýrara heldur en annað rafmagn hjá þeim og þeir voru að auglýsa sig á sama tíma að væru með ódýrasta rafmagnið en létu þess ekki getið að þeir voru líka með dýrasta rafmagnið. Þannig að þar ofbauði fólki eðlilega og við fengum fólk sá sér tækifæri í því að ganga í samtökin sem gott því að megin þorri okkar tekna eru frá árgjöldum félagsmanna og það mjög mikilvægt að fólk taki þátt, bendi okkur á það sem betur má fara og að gerist félagsmenn því að neytendasamtökin eru bara jafn sterk og félagsmenn þeirra. Að því sögðu þá verði líka bæta við að neytendasamtökin á Íslandi eru einu neytendasamtökin á Norðurlöndum sem ekki njóta beinna ríkisstyrkja. Sem sýnir sig bara í því að við erum á Íslandi erum við 6 sem sinnum starfi neytendasamtakana. Í Danmörku eru þau í kringum 160 en Danir eru það bil 14 sinnum fleiri, þannig að við ættum að vera í kringum 11 starfsmenn hér ef við ættum að vera með við höfðatölu. Gildir ekki alveg, þessi höfðatölu gildir ekki alveg að þú ferði yfir í utanríkisráðuneytið, að það eru ekki 14 sinnum fleiri sem er í utanríkisráðuneytinu í Danmörku heldur í hér, þá væri allt vitlaust í Danmörku eða væri svo margir þar, þannig að líklega ætti fyrst að vera að hálfu leyti ætti þetta að vera bara jafnmargir og hálfu leyti fjöldin, þannig að þau ættu að vera með 1/7 af því sem að Danir eru með. Já, einmitt, þá 1/7 af 150, það er þá allavega, en við segjum fyrir okkur ef við hefðum rými til þess að bæta við okkur 2 til 3 starfsmönnum hér, þá gætum við gert svo miklu meira. Og það eru mörg málefni sem við bara náum ekki að sinna eins og við ættum að vera að gera það, bara því að það er bara ákveðið sem hægt er að leggja á fólk starfsfólk að það sinni og sé í vinnunni en við reyndar að vera að segja það að við erum ótrúlega heppin með starfsfólk núna og ótrúlega góður hópur sem er algjör bara frábært og ég get ekki óskað mér betri samstarfsmönnum heldur en starfsfólk neytendasamtakanna
í dag. En þarna kemur að því að var bara saman áðan þarna sem sagt svona lýðræðisbaráttuna inn í verkalýðshreyfingunni og svo hérna í Neytendasamtökunum. Mér heyrðist þú tala að ykkar stefna væri svona svipuð og var í kvennalistanum á sínum tíma að tala sig niður á niðurstöðu sem að í góðu félagi getur verið mjög góð aðferð, en ef það eru ágreiningur í félaginu þá getur það leitt til þess að sá sem að vill ganga skemur, hann ræður alltaf. Þannig að það eiginlega verða allir með neitunarvald í svoleiðis ástandi, en ef það er góður félagsþroski, eins og var til dæmis í kvennalistunum, lengi framan af, kvennalistin brotnaði þegar þeir fóru að kjósa, þeir byrjuðu að kjósa afstöðum til EES, að þá brotnaði kvennalistin. Þannig að hann hélst saman á því að tala sér niður á niðurstöðu, en til þess að það virki þá þarf að vera mjög öflug umræða og svona heitur baráttuandi. Og í stjórninni hjá okkur er einmitt mjög líflegar umræður og við höfum svona haft það, já, og það er enginn sem heldur veigraði sér við því að tala þau mál sem við þurfum að ræða. En svo náttúrulega eru líka svona mál sem eru bara mjög basic réttindamál sem er engin ágreiningur Ég tala kannski eitt stærsta málið okkar núna sem við erum að reka í dag sem er vaxtamálið. Það sem bankar bara leyfa sér það að taka ákvarðanir vaxtastig lána með breytilegum vöxtum og þurfa ekki að svara fyrir það fyrir neinum hvernig það er gert. Það er bara gert í reykfylltum bakherbergjum og gengur á svig að okkar mati við lög, bæði íslensk og líka Evrópureglugerð sem íslensku lögin neytendalán eru eiginlega skrifuð upp eftir. Þannig að við svoleiðis mál eru bara alveg basic, smálánabaráttan líka alveg basic, en það eru svona mál sem hafa komið upp innflutningur á ófrosnu kjöti eða og slíkt það sem það hafa verið alveg funheitar umræður. Enda ólík sjónarmið sem að geta legið að baki ólíkri niðurstöðu hjá fólki. En því þú nefndir samtökin væru sterk og veik, þau eru fjárhagslega veik en þau eru félagslega sterk, vel mönnuð starfsfólki. Við erum að bera saman Neytendasamtökin og verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin hún byggir á svona lagalegu umhverfi sem að gengur út frá því að á markaði þar sem að einn hefur mikil völd en fjöldin lítil völd, þá er eiginlega eina leiðin til að hafa skikk á þeim markaði er að fjöldin bindist samtökum. Þess vegna er greiði fólk félagsgjöld í verkalýðshreyfinguna sem er eiginlega fjöld til þess að reka hagsmunabaráttu fjöldans og ef það er eitthvað siðlegt við íslenskan launamarkað þá er það út af þessari að hinn veiki er styrktur með þessum hætti og þetta er svo til svona skyldu aðild þannig að 0,7% var lengst af þetta sem kom upp í 1% núna, farið í félagsgjöld, síðan eru sjúkrasjóður og alls konar annað þar fyrir utan, en 1% af öllu launagjöldum fer í því að reka hagsmunabaráttu fjöldans, því annars væri markaðurinn bara miklu verri. Það er bara samkomulag í samfélaginu, orðið fer að vera bráðum aldargamalt, það að svona er best að hafa þetta. En ætti þetta raunverulega ekki við eiginlega alla markaði, ætti þetta ekki við lánamarkaðinn, það sem er ógnar valdamunur á milli þess sem veitir lánin og þess sá sem þarf á þeim halda og því meiri valdamunur ef þú þarft nauðsynlega á því halda bara til þess að geta tryggt fjölskyldunni í húsnæði og svona sæmilegt skjól í lífinu. Þú nefndir áðan að íslensku neytendasamtökin var einu neytendasamtökin sem ekki verið styrktaríkinu. Er ekki komið tími til þess að ríkisvaldið gangist við því að rekstur samtaka almennings, hvort sem það eru ein stór neytendasamtök eða samtök neytenda á fjármálamarkaði og tryggingamarkaði eða hvernig sem leigjendasamtök til dæmis, hvernig svo sem maður vilja hafa þetta, að löggjafinn setji reglur sem að búi raunverulega til umhverfi þannig að henni veiki í stöðunni
geti nýtt samtakamátt sinn til þess að vega upp valdaleysi sitt gagnvart hinu valdamikla. Algjörlega. Þetta rauninni í þessu kristallast öll neytendabarátta. Það að hinir mörgu veiku gegn fáum sterkum. Bara taka sem dæmi vaxtamálið, þar sem verið að okkar mati oftaka vexti sem eru ekki kannski stórkostlega háar upphæðir af hverjum og einum, en og þó, þetta eru einhverjir þúsundkallar og stundum í einhverjum tilvikum 20.000 króna á mánuði sem við teljum að bankarnir hafa verið að oftaka. En það samt sem að það of lítið fyrir hvern og einn til þess að sækja rétt sinn gagnvart lögfræðinga her bankana. Þess vegna þurfum við að bindast samtökum einmitt til þess að sækja rétt okkar og að laga órétt sem við erum beitt. En spurningin ég geti gert það með því gangi neytendasamtökin sem ég reyndar í, en ég geti líka gert það með því að gera kröfu á ríkisvaldið að það formaði markaði þannig að ég segjum bara að 0,7% af vaxta hagnaði bankana rynnu í samtök lántakenda. Algjörlega, þetta er eitthvað sem við náttúrulega verið að reyna að knýja á og allavega síðan ég byrjaði að við fengjum styrk, fengjum fé frá hinu opinbera til þess að reka okkar baráttu sómasamlega. En það ekki þannig Breki, ég býst við að það eini styrkur sem þið fáið til að reka leigjenda þjónustuna, sem ég býst við að þeir ekki með tapi eins og flestir sem gera svona samninga við ríkið, að ríkið lætur þið fá okkur á smáaura og kemur með svona lista yfir hverjar eru skyldur þínar og það getur engi lifað undir þessu, þannig ég berekna með að ykkar samskipti við ríkið sé ákvæmt þannig, en hljómgrunni við að fá svona raunverulega afl til þess að reka neytendavarnir á Íslandi, hver hljómgrunni fyrir því? Sko, já, við erum með 3 samninga, svona þjónustusamninga sem við höfum í gegnum tíðina tapað af, en ég held að það sé svona að við séum að koma núna, erum á pari, við erum með leigjendaaðstoðina, við erum með neytendaaðstoðina, svo erum við með evrópsku neytendaaðstoðina sem rekin fyrir fé bæði frá Evrópusambandinu og frá hinu opinbera 50-50. En ég held að sé að dropinn holar steininn og ég hef sagt þetta á öllum mínum fundum við bæði stjórnkerfið og við þingmenn og við ráðherra sem ég hef hitt. Ég bara hljóma eins og Kató gamli aukþesslega ekki til að Karþagó verði lögð í eyði og neytendasamtökin fái raunverulegan styrk frá hinu opinbera. Ég held að eins og allstaðar á Norðurlöndum. Norsku neytendasamtökin eru rekin 100% fyrir hið opinbera, eða fyrir opinbert fé. Og allir normenn eru félagsmenn, eða engin normaður eru félagsmenn. Það þarf enginn að vera félagsmenn, þeir bara ganga erinda allra hagsmunabaráttu fyrir alla neytendur. Dönsku neytendasamtökin fá það bil 30% af sínum tekjum frá hinu opinbera, en við erum með þjónustusamninga sem greiða það bil 30% af okkar kostnaði, en við erum bara með nákvæmlega sama kostnaði á móti, þannig að það er svona zero-sum game. Líka eitt ef ég má bæta við Breki, að þjónustusamningar ekki það sem við erum að tala um. Við erum að tala um að frjáls félagasamtök neytenda séu styrt í sína hagsmunabaráttu. Það sé ekki þannig að stjórnvöld, þú verður peninga, þú verður að nota hann í þetta. Þú verður peninga, það er ekki verið að stinga upp á því að ríkið fara að reka neytendasamtökin með þessum hætti. Heldur þvert á móti að það sé horft á að það sé hluti af því að hafa skikkalega neytendamarkað að það verði öflug neytendasamtök. Þess að sé styrkja neytendasamtök bara per se. Já, algjörlega. Það er alveg rétt. Og við erum að fara fram á það að við fáum styrk til þess að verða sterk og veita aðhald. Því að ég held að það hafi allir gott að því, bæði ríkisvaldið og
fyrirtæki, sérstaklega stórfyrirtæki, sem ég held að fyrsti formaður samtakana sagði einmitt það að Sveinn að pulsugerðarmenn bindust samtökum, fyrirtæki binda samtökum og til þess að knýja ríkisvaldið á að fá alls konar vilyrði og fyrirgreiðslu og sveigja hitt og þetta. Neytendur eiga auðvitað að binda samtökum og neytendur eiga líka að fá fyrirgreiðslu og styrk til þess að veita þetta að. Já, og það ekki að vera styrkur úr ríkissjóði af skattfé, það getur líka verið eins og í verkalýðshreyfingunni að það sé settar laga umgjörð sem að leiði til þess að, eins og ég nefndi áðan, kannski hluti að vaxtatekjum bankana renni í samtök lántakenda, hluti af leigutekjum leigusala renni í samtök leigjanda. Ég pröfaði daginn að búið svona áætlun hvað myndi það þýði ef við tekjum 0,7% sem að var lengst af félagsgjöldin í verkalýðshreyfingu. Ég sé að mörg verkalýðsfélög eru komið með upp í 1% í dag. Að þá verður að tala svona á bilinu svona 250 til 400 milljónir á ári til þess að reka leigjendasamtök og það bara svipað og með að við aðferðina sem voru nota áðan til þess að bera saman Danmörku og Ísland að ég held að dönsk leigjendasamtök séu að reka sig á okkur 2+ milljörðum þannig að þetta er bara sambærilegt hlutfall og þetta þarf til þess að reka öfluga baráttu hins veika á markaði. En ég var að spyrja hljómgrunn vegna þess að þegar ég að segja þetta svona hér og þar, þá sem allir verða svona hissa og veit ekki alveg hvernig að taka þessu, finnst þetta svona skringileg hugmynd. Af hverju þetta ekki svona ofar í umræðunni að það þurfi að forma þessa baráttu með almenna hátt, annars fáum við ekki almennilega markað? Ég held dropinn holar steinin. Ég skynja að við séum að fá betri hljómgrunn núna heldur en nokkru sinni fyrr. Og það má segja það líka að í fyrsta skipti nefnt í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar að efla skuli neytendasamtök eða samtök neytenda og það held ég fyrsta skipti sem bara samtök neytenda eru bara nefnt í stjórnarsáttmála nokkurra ríkisstjórnar og ég tek það sem skýrt merki það að hlutirnir hljóti að breytast á þessu kjörtímabili og jafnvel það mér svo sagt að það að gera það á fyrri hluta kjörtímabilsins og að því sögðu þá stórkostlegt tækifæri að neytendasamtökin á næsta ári verða 70 eiga stóramæli, 3. elstu neytendasamtök í heimi að öllum líkindum og þá væri stórkostleg tækifæri fyrir ríkið eða hið opinbera að efla nú samtökin og gera þau að því sem þau þurfa að vera. Okkur öllum til heilla. Það er nauðsynlegt að sé sterkt aðhald að markaðnum. Nógu sterkt eðan úr ranni atvinnurekanda. Við þurfum að vera stíga fast til jarðar á móti þeim öflum. Breki, það getum haldið áfram að tala svona, kannski tölum við aðeins neytendamáli í framhaldi, en hingað eru komin aðri gestir sem á leiðinni hérna inn í vinnuskúrinn. Það Magnús Þór Jónsson sem nýkjörinn formaður Kennarasambandsins. Ég held að hann sé nú ekki búinn að taka við. Það einhvern veginn eins og sumstaðar að þá hann í einhverju limbó í nokkra mánuði. Ragnar Þór Ingólfsson, hann formaður VR og Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur. Verið öll velkomin í vinnuskúrinn. Við ætlum að ræða fréttir vikunar en seti ég og Breki að tala neytendamál í morgun og mér langar aðeins að byrja á því að gaman að heyra sjónarmið ykkar svona hlutverk neytendasamtakana í hagsmunabaráttu almennings og hvort að verkalýðshreyfingin beri
hafa eitthvað hlutverk á því að styrkja neytendasamtökin, kannski verkalýðshreyfingin að taka yfir hlutverk neytendasamtökana, það náttúrulega verðlagseftirlitið inn í ASÍ sem einu sinni var hjá neytendasamtökunum ef ég maður rétt. Hvernig horfir þetta við ykkur? Má ég byrja á þér, Ragnar, vegna þess að ég veit að þegar ég var bæði stutt neytendasamtökin í ýmsum málum og hafið velt þessu fyrir ykkur, hvert hlutverk þessara tveggja saman, neytendasamtök og verkalýðshreyfingarinnar? Já, ég held að ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að þetta tvennt fari, það er órjúvanlegu hluti af verkalýðsbaráttunni eru neytendamálin, alveg sama hvar við dreifum niður, hvort það sé verðlagseftirlit eða til dæmis þau verkefni sem við höfum verið að styðja við hjá neytendasamtökunum. Og þegar ég kem inn í verkalýðshreyfinguna þá andar svona frekar köldu heldur en hitt á milli neytendasamtakana og verkalýðshreyfingarinnar, en með tilkomu breka og kannski í þeim verkefnum eins og til dæmis gagnvart smálánafyrirtækjunum, að þá sýndum við í rauninni hversu öflug við getum verið ef að þessi öflugu samtök sem að verkalýðshreyfingin sannarlega og sömuleiðis neytendasamtökin, hvað þau geta gert ótrúlega mikið ef þau standa saman og fara svona sameina krafta sína í svona þjóðþrifa málum eins og baráttan gegn smálánafyrirtækjunum hefur verið. Og síðan eins og segja núna hefur við líka eins og VR og stjórn VR hefur verið mjög mikið samstaða það innan okkar raða að taka slaginn með neytendasamtökum, og við hefum gert það til dæmis í þessum málaferlum út af vaxta okkur í bankana og þeim skilmálum sem eru á lánum, að þeir geta nánast ákveðið vexti eftir bara hendisemi og það risastórt mál og ég á von á því að þetta samstarf eftir að aukast með árunum. Og ég vil bara nota tækifærið og hrósa breka og neytendasamtökunum og stjórn og starfsfólki fyrir frábær starf og einhvern veginn hafa með tilkomu breka sem formanns að þá finnst mér neytendasamtökin hafa svona náð að rífa sig vel upp og kannski sýnt þannig kraft sem að neytendasamtökin eiga að sýna á öllum sviðum neytendamála. Og ég held og það er mín skoðun, hefur alltaf verið mín skoðun að neytendasamtökin og verkalýðshreyfingin eiga að vera með mun sterkari tengingar, og ég held að sé nú þannig á Norðurlöndunum að þarna er rauninni bara mjög mikil tenging á milli og það sem þarf að gera er rauninni að tryggja rauninni rekstrargrundvöll neytendasamtakana og efla enn frekar annarkvort með ríkisstuðningi eða frekar í samvinnu við verkalýðshreyfinguna. Hvor leiðin á að fara? Er önnur millibil að verkalýðshreyfingin styðji neytendasamtökin fjárhagslega, vegna þess að verkalýðshreyfingin hafa fjárhagslega getu og burði sem að neytendasamtökin ekki. Neytendasamtökin eru bara eins og verkalýðshreyfingin var 1925 eða eitthvað. Eða er það hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að knýja á lagabreytingar þannig að neytendasamtökin séu með öruggan tekjustofn? Ég held að báðar leiðir séu góðar að mörgu leyti, en það náttúrulega kostur að galla við það að neytendasamtökin þurfi að reiða sig á fjármagn frá ríkinu, vegna þess að við vitum það að það getur komið hér ríkisstjórn sem að tekur bara allt í einu þá ákvörðun að skera niður fjármagn sem að getur lamað svona starfsemi, sérstaklega eins og segja ef kannski í heilt ár þar þurfa neytendasamtökin kannski að skera niður starfsemi sína og einbeita sér að því fyrst og fremst heldur en að vera að einbeita sér að brýnum hagsmunamálum neytenda. Þannig að eins og þetta er á Íslandi, að þá held ég að væri alltaf best ef að verkalýðshreyfingin gæti tryggt rekstrargrundvöll verkalýðshreyfingarinnar með fjármagni,
eins og ég segi, báðar leiðir eru færar, en eins og ég segi, maður hefur alltaf áhyggjur af því þegar eitthvað kemur frá ríkinu að það getur horfið jafn fljótt og það kemur. Hvað segir þið, Guðbjörg og Magnús Þór? Neytendamál verkalýðsmál og verkalýðsmál eru neytendamál? Já, ég það kannski að vera að grípa orðið, þá held ég að það sé algjörlega sammála Ragnari því að neytendamál skipta ótrúlega miklu máli og ég held að það sé kannski ekki síst í einhvern veginn eins og hvað þessu umræðuhefðin eða eins og landslægið hjá okkur á Íslandi er oft verið að við erum kannski ekki nógu sterkir, hvað að segja, við erum ekki nógu mikið að kjósa hvert og eitt. Það einhvern veginn, mann finnst öðruvísi umræða að vera þegar við verðum svegt út af verðhækkunum eða einhverjum hlutum sem að verða að brjóta á neytendarétti, að þá svona einhvern veginn, þá verður þetta svolítið eins og umræðum danaleikin á Twitter, við fjúkum á stað hvert í sínu hotn einhvern veginn og svona erum ekki nógu, það er ekki nógu mikið þrek og þolgæði í því að halda okkur við það sem að, það vald sem við höfum sem neytendur. Þannig að ég held að neytendasamtök, og ég tek undir það, mér finnst Breki hafa komið mjög sterkt inn í neytendasamtökin og þetta hafa þau skilað hlutverki gegnum tíðina, en ég held að einhvers konar samsláttur þurfa að vera, þá má alltaf segja það kannski, ef að neytendasamtök svona hvað segja að virka alla leið, þá kannski skiptir máli að það standa bakið svolítið breið lína, þannig að þau geti verið, hvað segja, sjálfstæð og óháð, sem ég held að sé svo sem líkilatriði. En alveg klárlega þannig að sterkt neytendasamtakastarf skiptir okkur öll máli og verkaliðurinn og verkalýðsfélög eru auðvitað bara það sem við stöndum fyrir er það að standa utan um réttindi og verja fólk og þá eru sterkt neytendasamtök lykilatriði því, það er ekki spurningi mínum það. Það er Guðbjörg. Já, þeir eru nú eiginlega bara búin að kofera þetta strákarnir, en sko, þeir sem eru í neytendasamtökunum eru mjög og oftast á tíðum líka í stéttarfélögum og þeir sem eru í stéttarfélögum eru væntanlega þá líka þeir sem eru í neytendasamtökunum, þannig að óhjákvæmilega tengist þetta og það er náttúrulega aðal hlutverk stéttarfélaga er að gæta hagsmunum og verja hagsmuni sinna félagsmann og það er bara það nákvæmlega sama neytendasamtökin er að gera, þannig að sterkt og gott samstarf þarna á milli er bara nauðsynlegt og óhjákvæmilegt í raun og ég er alveg sammála Ragnari með það. Mér finnst heldur ekki gott að neytendasamtökin fara að verða of háð ríkinu bara upp á það líka að ríki get ekki farið að gera einhverjar kröfur eða einhverjar óraunhæfar eða óeðlilegar kröfur á neytendasamtökin, þannig að það þarf að gera þeirra fjárveitingar einhvern veginn þannig að þær séu ekki undir hverri ríkisstjórn háð eða einhverjum ákvörðunum í það skipti, þannig að hvernig sem það kemur og mér finnst það ekki fráleit hugmynd að stéttarfélögin styðji við bakið á neytendasamtökunum með einhverjum ákveðnum og föstum hætti. En að það verið sett lög til dæmis að hluti af vaxtatekjum bankana, fjármálastofnana renni inn í samtök lántakenda, eitthvað slíkt sem er svona sambarlegt og kannski verkalýðshreyfingin sem lifir á svona kerfi, það sem að hluta af launatekjunum rennur til þess að halda upp í hagsmunabaráttu fjöldans. Það er bara mjög góð hugmynd. Herðu, en fréttir vikunnar enn einu sinni, það er COVID og ég veit ekki hvað er þetta, ræða þetta vikið, en það er endalisi vinklar á COVID og Guðbjörg, þú ert líklega því verkalýðsfélagi, kannski verkalýðsfélag Suðurlands, en líklega verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur þar sem að félagsmennirnir hafa orðið fyrir mesta áfallinu út af COVID og því í höggi sem að ferðaþjónustan var fyrir þegar ferðamennirnir hurfu og síðan hafa komið hægt og bítandi aftur en ekki kannski í sama magni og áður var. Hvað þessi vika, er þetta vika vonar í Reykjanesbæ? Já, ég held það sko, og ekki bara Reykjanesbæ, ég held bara öllu landinu, en fólk er líka orðið svona, það er svo vart sig með þetta, maður heldur alltaf að nú er þetta að koma og svo kemur bara eitthvað ómikrón eða eitthvað, þannig að ég held að fólk sé orðið pínu hrætt við að trúa því að núna sé þetta að fara að lagast, þannig að ég held að fólk taki þessu bara svona svolítið
það ánægt að það verið að útvíkka en fyrirvarinn hvað gerist ef þetta fer allt á hliðina. Þannig að hérna, svona hóflega... Akkur segir fólk sem orðið vart sig sem alveg örugglega rétt. Það vegna þess að pestin lævís og lipur eða hefur kannski svona það sem að stjórnvöld hafa haldið að okkur ekki kannski reynst alveg nógu vel. COVID kom heim til okkar núna mitt heimili fyrir viku og við lögðumst öll og þá var maður að rifja upp svona að fyrst að við fórum í bólusetningu 2 bólusetningar þá var sagt að það var 95% öruggt að við myndum ekki smitast síðan var það breytt niður í að vera svona 60% og svo hætti það bara gleymdist að þetta var aldrei það að þú myndir ekki smitast þú bara verður minna veikur og þú verður minna veikur og þú færð 3. bólusetninguna og við erum hjónin 3 bólusetningar og dóttir okkar með 2 við erum öll bara heiftarlega veik þótt okkur hefði verið sagt að Omikron væri það væri ekki neitt, þetta væri varla mikið, en þetta vorum ekki alvarlega veik, það var ekki óttast neitt en þetta var svolítið eins og heiftarleg flensa á heimilinu í rúma viku og miklu meira alltaf maður hélt. Þannig að ég veit að það ekki í tísku að gagnrýna yfirvöld en það í tísku í þessu þætti. Verðum við ekki að fara að horfast í augu við það sem hefur okkur haldið að okkur, hefur nú bara ekki alltaf verið sannleikanum samkvæmt. Bara að afsaka orðaforða minn en við vitum bara ekki raskat. Ég held að það sé bara máli. Þetta búið að vera, við erum bara, ekki bara við, bara allir að renna svolítið blint í sjóinn með þetta og þetta svolítið gisk og manni hefur oft þótt reglurnar rosalega skrýtnar. Þeir að vera að leyfa eitthvað eitt en banna eitthvað annað og það gengur einhvern veginn ekki upp til dæmis eins og núna þegar að vera áður en að afléttingi kom, það mátti ekki vera nema eitthvað 50% í ræktinni og stuttur opnunatími á veitingastöðum. Ég hef aldrei skilið en að stutta opnunatíma er meiri hætta á því að maður smitist eftir klukkan 11 eða 10 á kvöldin heldur en klukkan 7. Nei, Guðbjörg, það meiri líkur að þau smitist því drukknari sem hún verður. Það er verið að reyna að draga úr drykkju og þetta er aðferð sem að Norðmennirnir byrjuðu á þessu vegna þess að þeir lentu bara í stórkostlegu vandræðum með að öll smitt komu af næturlífinu í Oslo og það voru þeir sem að byrjuðu á því að bara draga úr drykkjunni enda þaulvanir svona bannmenn í áfengismálum í Noregi. Ok, en svo núna til dæmis eins og með Omikron þetta hefur verið að leggjast rosalega mikið á börn og skólana en samt heldur skólastarfið allt áfram og svo er maður einhvern veginn að reyna að raða inn á vinnustaðinn sinn, þú veist það með ekki verið nema 10, þið þurfa að passa ykkur að vera ekki saman tími mat og alls konar en svo eru börn þess að sama fólks að hittast í skólanum og væntanlega smita, það er svona alls konar svona og þegar að fólk finnur svona ósamræmi og svoleiðis þá verður það bara ergilegt og pirrað og þá er fólk ekkert kannski endilega rosalega samstarfsfúst og verður og fer á ritvöllin og lætur ógleði í ljós og svona en maður skilur það alveg. Magnús Þór, talandi svona ósamræmi og eitthvað sem gangi ekki upp að það er náttúrulega svo stétt sem að hefur mest klórað sér í haustum svona undanfarna mánuð allavega eru kennararnir sem að það bara gengur ekki upp það sem er verið að segja hvert er heilbrigðisváin og svo það er aðstæður sem að kennararnir eru settir í. Algjörlega og það er bara svo grípið það sem að Guðbjörg var einmitt að koma inn á og það er auðvitað það sem hefur kannski verið erfiðast í þessum slag og þetta hafa allir skólar verið núna í tæp 2 ár að þurfa að breyta og þetta er þeir sem kannski hafa ekki verið inn á gólfi í skólastarfi kannski átti sig ekki alveg mikið á því því miður hefur komið svona alls konar umræða einmitt og svona farið að staðvarandi það að kennarar einu bara að halda áfram allt skólafólk, ég vil benda á það, þetta er alls ekki bara kennarar, það er alls konar starfsstéttir komnir inn í skólana sem alltaf sitja undir þessu og það sem er auðvitað bara það sem hefur kannski verið brassið það er það að menn hafa alltaf verið að breyta sínu skipulagi og það er bara DNA skólastarfs, ekki bara inn í skólanum heldur hjá öllum sem eru neytendur skólastarfs, foreldrarnir sem að koma börnunum sínum ekki á leikskólan vegna þess að það er verið að loka, það er verið í gangi, það er að samaka yngstu börnunum í skólanum, við erum komið með alls konar námskap, þannig að það sem við höfum kannski verið að upplifa núna í vetur sem er nýtt í þessum slag við þessa veiru sem að ég er samanlega Guðbjörg við
við getum ekkert fullyrt það nokkuð að eitt sé búið og það þarf ekki að lesa margar rannsóknir í gangi núna þar sem menn einmitt segja það að það nú verður langvarandi áhrif og jafnvel hvers hvort að þetta sé veira sem að verði bara flensusbrjóð einu svona ári. En það sem hefur auðvitað kannski breyst eins og þú segir núna var ekki bara leikskólinn því að þessi sóttvarnarök standast ekki. Það auðvitað komið í rauninni alveg frá því Omikron kom að þá náttúrulega kemur það strax upp að leikskólinn fellur ekki undir sóttvarnarökin það að halda fjarlægð og þar auðvitað kemur því miður fram frekar hörður atvinnulífsins að bara það verða að halda leikskólanum opnum og þar svona kannski má segja að það hafi komið svona fyrsta svona sprungan alvarlega eða stóra sprungan í það að svona umræðan innan skólakerfisins og innan milli starfsstétta skólana í leikgrunn, framhalds og tónlistarskólum, þá fara mér svolítið að velta því fyrir sér. Hérna standast ekki lengur sóttvarnarök. Það annað sem að verður til þess að leikskólarnir voru bara látnir halda óbreyttu starfi. Og svo þetta kemur ný ríkisstjórn og það koma nýir ráðherrar og ég svo sem það er öfundaði að þá ekkert endilega því að fá þetta verkefni í fangið bara strax og þeir komi inn að það kemur hérna tillaga það að þess að draga úr höggi þessa Omikron-faraldurs skuli menn hafa alla skóla lokaða og þegar að það var ákveðið að fylgja því ekki þá auðvitað eðlilega verða spurningar inn í þessum kerfum. Það sem þá var alveg ljóst mál, nú var ekki bara leikskólinn heldur bara grímulaust sagt að bara skólakerfið bara eiginlega undanþegið og það auðvitað umræða sem að hefur verið bara sterk núna alveg frá þarna í desember þar sem menn að velta fyrir sér hvernig þetta hefur verið og hún svona svo umræði svona aðeins að þróast held í rétta átt vona ég vegna þess að það auðvitað bara þannig að eins og Kaupin sagði þá vitum við það núna sem að störfum í skólunum að við erum fyrir utan sviga og ég held að kannski aðeins að fá að grípa það sem þú sagði Gunnar Smári vegna þess að ég hef svolítið áhyggjur af umræðinu sem hefur verið síðustu vikuna Omikron og ráðamenn þjóðarinnar og ég hef svo sem alveg geta komið því beint að því að það ákveðin samtalsvettvangur sem ekki orðin samráðsvettvangur nægilegur en vonandi verður það svona á næstu dögum. Það skiptir bara mjög miklu máli að passa sig á því að það auðvitað þannig að það eru allar tilfinningar leyfðar. Það hefur svolítið verið einhvern veginn þannig að menn segja bara þetta bara búið, þetta ekkert mál, við verðum að fara að opna, við verðum að rífa allt í gang. En það ekki alveg upplifunin allstaðar úti á svæðunum. Þessu veikindi sem þú til að lýsa eru bara veikindi sem við erum að heyra af að fólk verður bara frekar veikt og við höfum alveg verið að spyrja hvað það geti þýtt. Þannig að það ákveðið óöryggi sem auðvitað í kerfinu núna að því sögðu þá hef ég alltaf sagt og segið það áfram að Íslendingar eru verkmenn og duglegt fólk og hefur allan tíðan bara mætt samt í vinnuna sína. Þannig að það hefur svolítið verið búið eitthvað svona polariseringu umræður það að fólk vil ekki fara í vinnu, fólk vil ekki fara í frí, það snýst ekki það. Þetta snýst þetta óöryggi sem Guðbjörg að lýsa að menn ekki alveg að átta sig á að það ekki bara allt hreint og klárt og búið og farið og svona einhvern veginn svona sterilisera umræðu það að bara þetta nú bara að halda áfram svona og þá verða menn auðvitað að átta sig á því að þessar stofnanir taka það alveg nærri sér að vera bara orðnar svona dagheimili fyrir atvinnulífi. Það ekki það sem að skólar eru. Það verður að vera alveg á hreinu og það verður auðvitað bara risa verkefni því ég vil ekki bara tala um skólamál hérna en það alveg klárt mál að eftir 2 ára svona vinnu þá þurfum við alveg átta sig á því að það þarf að koma inn með ákveðnum hætti inn í þessi kerfi og styrkja það sem hefur gengið á því auðvitað hefur það væri alltaf bara barnalegt að halda það að eftir 2 ára svona ferli þá sé allt bara á þeim stað að allir geti bara keyrt áfram bara eins og var gert fyrir faraldur. Það ýmislegt það að gera til og þá þurfa menn að vera tilbúinir að koma inn og styrkja þennan vettvang aftur. Þú ættu að tala að það þurfi að lagfæra það sem ávantar í námi nemenda frá þessu tíma. Við höfum rætt það til dæmis að það auðvitað skýrustu dæmin eru börnin sem útskrifast úr grunnskóla í vor sem eru búin að vera í 2 ár og það kom í vikun út skýrsla sem sýnir það mjög sterkt að brottfall í framhaldsskólum búið að vera hefur aukist verulega og menn hafa bara tölur áhyggjur af stöðunni í framhaldsskólunum varðandi það að nemendur hafa þar verið að detta inn í alls konar kerfi og það eru svona dæmi svona umræðu sem hefur verið svolítið skrítin á Íslandi menn hafa bara hefndi þessu bara í fjarkennslu. Og þá finnst mér bæði verið að tala svolítið niður til skóla sem eru víðsvegar land búin að leggja mikið í það að búa til sterk kerfi í fjarkennslu og bara hafa gert það bara mjög vel
en þá einhvern veginn láta menn svo það getur bara verið málið að í staðinn fyrir að hitta stærðfræðikennara niður við tjörn sko, að þá sé bara hægt að setja einhver útsending á netið og börnin sitji heima og bara gera allt það saman þar. Það alls konar svona hluti sem hefur aldrei farið einhvern veginn inn í það sem ég að meina inn á svona vettvang umræðu það að við þurfum að horfa til. Það hafa alveg komið fram umræður það að kannski hefur bara að færa framhaldsskólan yfir í 4 ár núna í að gefa kost á því hjá einhverjum ákveðnum nemendum því að það námskap sem kemur til vegna þess að við höfum ekki verið að keyra á fullum afköstum og það skiptir engu máli hvaða skipulagshaldið að fyrirtækið að stofnum þess sem hefur verið á laskari vinnu í 2 ár. Það augljóst að þar hefur ekki náðst allur svo árangur sem hún á að skila en miðað við aðstæður held ég árangurinn sé mjög góður en það verður alltaf að taka því þannig. En það kannski það sem hefur pildu vantað inn í alla umræðið að það einhvern veginn að velta þessum aðstæðum upp heldur bara gamla íslenska keyrum á hnefanum áfram hefur stundum farið of langt fyrst mér og það auðvitað þetta ósamræmi sem Guðbjörg vísaði sem mjög erfitt í þessari umræðu, mjög erfitt. Breki, einhver COVID-vinkill á neytendamálum? Já, það náttúrulega í svona aðstæðum kemur upp alltaf eitthvað út frá neytendavinkli, svona power grab að einhver reyna að taka réttindi sem neytendur hafa kannski verið í áratugi að berjast fyrir að taka þau af og það var til dæmis eins og við töluðum áðan, það var stórt mál í upphafi faraldursins sem var pakkaferðamálið, dæmigert slíkt. Núna horfum við fram á að samtök í atvinnulífinu eru að hrópa það á torgum að núna muni allt hækka og jafnvel sko þá voru vörur þegar byrjaðar að hækka og búnar að hækka alveg helling þannig að það og jafnvel fyrirtæki sem sko ekki eru endilega hafa orðið fyrir barðinu á faraldrinum eru að hækka verð gigantískt við erum að sjá jafnvel og halda í sömu arðsemiskröfu jafnvel þrátt fyrir miklu meiri veltu, við sjáum miklu meiri veltu í matvörubúðum í byggingavöruverslunum og slíku ráftækjaverslunum og á mörgum mörkuðum þó margir hafa orðið illa úti þá eru margir aðrir markaðir sem hafa stóru aukið veltu sína og framlegð þannig að þar þurfum við virkilega að stíga fast í jarðar og að koma fólki í skilningum það að verðhækkanir eru ekki sjálfsagðar, sérstaklega þar sem ástæður verðhækkananna eru einungis tímabundnar og núna þurfum við að láta fyrirtæki vita af því að þau þurfi að sýna sömu ráðdeild og sömu hugsun og þau eru alltaf að krefja launþega að sýna þegar að launþegar vilja aðeins bæta sinn rétt. Þeir verðbólgu sem að koma núna með miklum látum innflutt verðbólga að einhver leyti að þú vilt gera þá kröfu á því að fyrirtækin haldi aftur að sér að láta þetta gossa yfir markaðinn. Já, við sjáum bara hærri arðgreiðslur til eiganda fyrirtækja heldur nokkru sinni tryggingageirann sem dæmi og við sjáum sko ef þú ert með 10% arðsemiskröfu og svo eykst veltan þín 40%, þú þarft að lækka arðsemiskröfuna að okkar mati. Herðu, en aðeins áður ég fætti Ragnarsbreki, má ég spyrja þig svona því ég spurði sem neytendamanns, en svona bara sem þáttakandi í samfélaginu, ert þú maður hafta eða maður þess að láta þetta gossa? Ég svo fegin að þurfi ekki að taka ákvörðun þetta, ég eiginlega alltaf sammála síðasta ræðimanni í þessu, ég sveiflast gífurlega, en ég sem faðir 3 unglinga, þá hef ég mjög miklar áhyggjur af félagsþroska þeirra og ég einmitt tek undir það að það hefði alveg mátt gera og ef ég hugsa út frá sjálfum mér þá lærði ég miklu meira á allavega jafn mikið á félagsstarfinu sem ég tók þátt í menntaskóla heldur en endilega á bókunum
allt umhverfið á þessum árum, það sem fólk að móta félagsvitund sína og taka þátt í hinn og þessu og prófa sig áfram, það og taka þátt í því í svona vernduðu umhverfi sem skólakerfið mjög mikilvægt og það sé að koma núna fram kynslóðir sem eru kannski hafa ekki fengið að fara í gegnum þetta bæði í grunnskóla og í framhaldsskóla. Ég held að það sé verulegt áhyggjuefni, ekki það að ég hafi neina lausn endilega á því, en þetta eitthvað sem við þurfum að okkar færasta fólk þarf að huga að, held ég. Ragnar Þór, ert þú heftari eða gossari? Já, ég kannski hvorugt og bæði, en það sem að ég held að við þurfum að gera, við þurfum að umræðan og orðræðan vera erfið varðandi COVID og bara heimsfaraldurinn almennt, sérstaklega að ég held allir sem að hafa skoðanir bæði sem að eru ekki kannski alveg á þeirri línu sem að sóttvarnar yfirvöld hafa verið að leggja, eru ýmist útrópaðir einhverju öfgamenn eða bóluefna sinnar og svo framvegis. En það eru mörgum spurningum ósvarað, bæði langtíma áhrif bæði bóluefna, hversu alvarlegur faraldurinn nú þegar. Þeir sem að við erum náttúrulega að fá bóluefni og ég skal alveg bara svo það sé tekið fram að ég bólusettur, tvíbólusettur og búinn að fá veiruna, að nú til dæmis hafa þeir sem að þróuðu þessa nýju gerða bóluefnum sem að hafa ekki verið rannsökuð, þar að segja langtíma afleiðingar og niðurstöður af fyrstu niðurstöður mun ekki koma fyrir eftir nokkur ára eða fyrsta lagi 2025 langtíma áhrif bóluefnana, þessara nýju aðferðafræði sem að notuð í kringum baráttuna gegn COVID, að þeir sem að þróuðu þessi bóluefni upprunalega hafa verið til dæmis að mælast eindreiði gegn bólusetningu barna, einmitt út af því að veiran virðist leggjast með allt öðrum hætti á börn heldur en þá sem eru útsettir eða veikir fyrir, og til dæmis hafa Svíar verið að rauninni tekið það ákvörðun að bólusetja ekki börn, á meðan við hér heima erum að þrýsta þessum aldursflokkum út í seinni skammt bóluefna sem þau mögulega muni í sjálfu sér ekki verja þau eða koma í veg fyrir hvorki smitt né alvarleg veikindi, vegna þess að börn virðast ekki vera veikjast alvarlega. Það er mörgum spurningum ósvarað og ég til dæmis hef skrifað það að ef við tökum bara lyfjaiðnaðinn í heild sinni, að saga lyfjafyrirtækjanna, hún fyrnum stráð, ef að svo má segja, og ég ekkert að draga því að lyf hafa gert stórkostlega hluti fyrir samfélagið og umheiminn, bjarga mikið af fólki og bætt lífsgæði okkar umtalsvert, en ef við setjum þetta í samhengi bara við nýleg dæmi eins og svínaflensufaraldurinn og rauninni lyfjanhneykslið í kringum bóluefni gegn svínaflensu á 8. áratugnum, ef við setjum þetta í samhengi við ópíóðafaraldurinn, þar sem yfir 500.000 Bandaríkjamenn hafa látist út á örskömmtum ópíóða og þær sektargreiðslur sem hafa verið settar á lyfjafyrirtækin fyrir að keyra markaðssetningu áfram á slíkum lyfjum, þrátt fyrir að hafa vitað mikla skaðsemi þeirra, að þá held ég að við eigum að spyrja spurninga og við eigum að spyrja spurninga sérstaklega í ljósi þess að það eru umræður það til dæmis hvort að óbólusettir eigi að fá niðurgreidda heilbrigðisþjónustu, kannski ekki mikið hérna á Íslandi, heldur í Skandinavíu og Evrópu. Það eru umræður bólusetningapassa þar sem að fólk verður í sjálfu sér sem að kýs að láta bólusetja ekki, sé nánast útilokað bæði frá ferðalögum, þátttöku í samfélaginu, mögulega vinnu
og svo framvegis. Þannig að það eru margar áleitnar og mjög stóra spurningar sem að þarf að ræða án þess að fólk sé sett í einhverja dilka eða stimpla sem eitthvað öfgafólk. Þetta eru bara risastórar spurningar sem snúa grundvallar mannréttindum og þar á verkalýðshreyfingin og talsmenn hagsmuna almennings eiga að hafa skoðun á því og taka rauninni miklu svona fastar afstöðu. En hefur það ekki einmitt komið í ljós í COVID, Ragnar, að við erum ekkert sérlega góð í þessu, að þú nefnir þarna bólusetningar barna og þá að sama hvað maður segir, að því að maður er stundum að reyna bara að ýta undir svona umræðum, maður bendir á að það sé verið að brjóta mannréttindi og einstaklingsfrelsi og segir maður, já, það er hann að mannréttindi á dómstóllinn, hann styður það að sé hægt að setja skyldubólusetningar á, þannig að það getur alltaf verið mannréttindabrót, þá verður það bara gangu mannréttindasáttmálanum, að þá verður svo fljótt komið, sko, fara í sikk og tonni, sko, það er hérna að þeir sem eru á móti bólusetningum að þeir ætla að drepa börnin og þeir sem eru með bólusetningum að þeir ætla að drepa börnin, að það er svona rópað sig hvorum megin og þannig er þetta í mörgum málum sem hafa komið í hérna, til dæmis umræðan almannahag og einstaklingsfrelsi sem er bara, það er ekki hægt að heyja sko pólitíska umræðu án þess að geta haldið einhverju jafnvægi í slíkri umræðu, en það er eiginlega ekkert jafnvægi í þeirri umræðu, sko, annarkvort ertu hérna, ef að þú hérna leggur fram kröfur að einstaklingsfrelsi þá ertu að hafna almannahag, ef þú leggur fram kröfur almannahag þá ertu að hafna einstaklingsfrelsi, þannig að umræðan getur orðið sko banar fljótlega og þá er að spyrja. Hver er ástæðan fyrir þessu? Er ástæðan sú að hérna, umræðu vettvangurinn, til dæmis í fjölmiðlum, tilhneigingin er sú að draga fram hérna, getur þetta ekki dæmi úr sögunni, að þegar að samkynið voru að beðast fyrir réttindum sínum, þá þurftur alltaf að mæta Gunnar í krossinum til þess að ræða málin. Að það verið dregin fram sko eitthvað svona öfgafull hérna, afstaða og hérna, til þess að og það er náttúrulega ekki hægt að heyja neina baráttu, heilbrigða umræðu réttindabaráttu samkynniðra með Gunnar í krossinu sem andalanda. Það bara, þú veist, þannig komist við ekki að neitt niðurstöðu. Ég meina, hvað veldur þessu að hérna, þessi tilhneiging, það er náttúrulega tilhneiging til þess að fara í skotgrafir, sko, sem er í þessu, en það er líka reynsla mannfélagsins að hvernig á að tala hluti sem að einhver leyti stundum finnst manni eins og fari bara hnignandi. Já, ég held að þetta sé bara mjög góð samlíking hjá þér vegna þess að ég held að þetta sé sko tvíþætt að þegar að fjölmiðlar taka þennan sko sínkund endan á orðræðinu alveg sama hvaða málefni það er og taka rauninni svona ýktustu formin af skoðunum eins og til dæmis í því tilfelli eða þú myndist á varandi samkynhneigðina Gunnar í krossinum eða hinn endan eða eins og við erum að gera varandi heimsfaraldurinn og bólusetningur og ýmislegt annað að það bæði fælir frá fólk sem að vil nálgast þetta út frá kannski svona einhverju einhverju svona skynsamlegri nálgun og ræða í sjálfu sér hlutina út frá kannski öðrum forsendum heldur en öfgum að það bæði fælir fólk frá almennt í að tjá sig þessa hluti og sömuleiðis líka virðast þær skoðanir sem eru kannski að einhvers staðar á milli og vilja kannski svona bæði ræða hérna kannski grundvallar mannréttindi án þess að vera togaður út í einhverja andbólusetningahópa eða einhverja hópa sem að bara eins og þú lýstir ágætlega áðan að eins og segir þetta bæði þetta form af umræðinu og ég held að fjölmiðlar séu líka ekki að sinna sínu hlutverki þar sem að einmitt þessar ýktustu skoðanir komast yfirleitt helst svona á formið og þeir sem að kannski vilja nálgast þetta með svona á meira jafnvægi og kannski meira svona í almennri umræðu veigra sér við því að taka þátt vegna þess að þeir eru hræddir það að vera settir í einhverja dilka.
Eins og ég var nú svolítið að stríðingum með áðan að spyrja hvort að vera heftari eða gossari. Það var nú svona, var ég að vísa í hvað umræðan getur orðið svolítið skrítin. En Magnús Þór, þetta er á ykkar ábyrgð í skólakerfinu. Þið náttúrulega alveg fólk sem hæftilega þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og eitthvað hefur íslenskt skólakerfi klikkað ef við eigum bara í erfiðleikum með svona umræðu eins og bólusetningar barna. Þetta bara samfélag sem ekki getur tekið þá umræðu á þess að fara í eitthvað skotgrafir. Það bara eitthvað bilað samfélag. Mér finnst þetta bara frábær umræða og bara þetta svo mikið lykilatriði sko. Og ég hef svolítið sagt að auðvitað það hlutverk okkar í skólanum að búa til þennan umræðuvettvang og ég held að við séum klárlega mörg hver að fara dálítið þangað og það hefur verið til dæmis ánægilt í borginni þegar við völdu það að félagsfærni og samskipti eru það sem við værum að horfa til og við höfum alltaf þessa frasa, þú veist það sem eru að verða tilbúin að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Á móti erum við að tala clickbait-kynslóðina, við höfum aldrei fundið gott orð fyrir clickbait sem ensk orðið þegar menn fara og smetla á fyrirsagnaleitina sem að ég sem íþróttamaður svo sem gegnum árin hefur íþrótta umræða oft eru svona fyrirsagna umræða en það auðvitað það sem við erum auðvitað svolítið að díla við það er bara þannig að svona einhvern veginn áhugi og svona þessu öllu pakkað inn í einhvern svona kompakt form og það auðvitað bara breyting frá því að þegar ég var ungur þegar maður kannski fékk einhverja stóra fréttir það var ekki einhver fyrirsögnum að þessi eða hinn væri þetta eða hitt og þetta er þessi pólariserað umræða sem er bara mjög ríkjandi og það auðvitað greinum við alveg neðst niður hjá litlu krökkunum og þú vísar í gott dæmi, ég hef stundum sagt það að ég var kannski pínu heppinn við það að búa á heimili þar sem að faðir mín var trúlaus og móðir mín var frekar svona trúð þannig að það var alltaf umræðu það hvernig við ætlum að gera hlutina. Þetta er umræðuefni sem einhvern veginn hefur alltaf farið á Íslandi á allt annan stað heldur en annar staðar og ég held að þetta sé bara lykil þáttur í því hvernig við ætlum að þróast sem samfélag. Ég er algjörlega sammála Ragnar í því að það hefur verið bara ótrúlega að fylgjast með því hvernig einhvern veginn þessi umræða hefur verið og þessi umræða datt alveg inn á bara borð skólastjórnenda það sem annars vegar það sem þú sagði kallaðir gossarar voru að koma með sínar greinar og heftarar og það miðaðist svolítið að því að það ættu allir að elta þá sama hvor aðilega það var. Ég fékk fullt af samtölum og símtölum og tölvupósta þar sem var annarkot sagt skólinn á að koma í veg fyrir bólusetningar eða það var sagt skólinn á að sá til þess að allir færi bólusetningar. Og þetta er bara klárlega umræða sem að við sem samfélag þurfum að díla við. Kannski er smæðin okkar svolítið erfið. Þú veist, stundum mér sagt að ég mikill podcastmaður að podcasting getur hugsanlega breytt einhverju og bjargað einhverju því að það er svolítið þannig að það eru fyrirsagnir sem að halda mönnum á lífi eða sá sem að þekkir mjög marga sem að verður vinsæll útvarpsmaður. Það er svolítið þannig að þessi markaður er svo lítill að það er svo þessi cross-tenging allra sem við verðum til og þá verður til einhvern veginn svona skökk mynd af umræðinni, hverja það eru sem leiðan á. Þar eru fjölmiðlar lykilatriði og það er bara eitthvað sem við erum ennþá að fóta okkur í hvernig við getum gert. En ég er algjörlega sammála því að lýðræðisleg umræða og það að eiga þessum félagslegu samskiptum er eitt af þessum verkefnum sem hefur verið svolítið að skýra hjá skólanum sem ég held að við séum öll sammála um. Það er alls konar verkefni sem okkur er bent á líka sem eru svona tímabundin verkefni eða svona afmarkaðir þættir tilverunar en þessi umræðu hefð og það að vera umburðarlyndur fyrir rauninni öllum skoðunum, það má ekki bara vera svona einhver skrítin einhver tabú. Það er mjög gaman það var mjög öflugur skólamaður Guðmundur nokkur skólastjóri Austurbæjarskóla sem var á öndvegis árum þegar við vorum að fá nýtt fólk að utan þá sagði hann mér er mjög minnistætt að hann sagði við erum öll fordómafull og meira segja ég er með fordóma fyrir fordómafullu fólki og það er einhvern veginn svona þessi umræða sem við verðum að fara átt okkur á við getum ekki alltaf verið að hafa þess að dilka svona hrein og klára við þurfum að horfa að geta tekið umræðu frá víðu perspektífi við erum ekki góðið því og ég vona það að skólarnir séu alveg klárlega þar að vilja bæta það hefð. Ég ætla að segja eitt að enginu í íslensku umræðu að ef maður er andmæri fólki og tekur fólk oft sem svona persónulega höfnun að maður sé að höfna því að við ofta svona við brekitölur svolítið það hvernig ákvarðanteknar í neytendasamtökunum að tala sér niður á okkar niðurstöðu það er mjög gott að maður verða að vita þá í hvað það er ofta er maður í samtölum þar sem að folk eru umverulega að fá persónulega viðurkenningu með því að maður samsinni því sem er náttúrulega ekki góð aðferð í rökræðu sem endar náttúrulega bara allir verða móðgæðir og skrittir. En hins vegar, ef ég má spyrja hér með Guðbjörg erfitt mál sem er formaður SA segir af sér
að hann hafi keypt vændi af skjólstæðingi samtakana. Þetta mál sem að tilheyrir okkar tíma og á bakvið það mikil barátta fólks í mjög pólariserðri umræðu að sko sem valdabarátta, sem annars vegar kallaveldið með sínu sökkunartilburði og í skjóli þess beitt konur ofbeldi árum, áratugum og öldum og árhundruðum saman. En hægt og bítandi þá að verða svona shift í umræðinni og á bakvið viljinn til þess að taka þátt í pólitískri umræðu. Á leiðinni voru tilboð það að eigum ekki að taka umræðuna á brekkana sem oft bara til þess að sko bara ýta henni til hliðar og slá hana á borðinu. Hvernig þetta náttúrulega SA-málið svo margar hliðar að ég bara einhver að svara þessu bara eins og þið viljið sko. Hvernig slóð þetta þig þessi átök inni og svo þessi afsögn formannsins? Já, sko þetta náttúrulega hræðilegt mál og það virðist engin endir alltaf að vera á þessum málum sem að koma upp og maður svona pínlítið farin að finna til með þeim mönnum sem bara almennilegir og að koma vel fram vegna þess að það einhvern veginn þetta litar svo eitthvað, það svo oft sagt sko þið kallarnir, þið kallmennirnir en auðvitað þetta náttúrulega bara mjög lítill minnihluti sem að getur ekki hafa sér en sko þetta mál, SA-máli náttúrulega rosalega, þetta svo slæmt líka sko því að fólk að fara þarna inn svo rosalega brotið og að treysta og setja allt sitt traust á einstaklinga sem að brjóta svo á þeim og þetta fólk sem að fara í meðferðir og svona, við vitum alveg að það á mjög slæmum stað þegar að fer inn í meðferði þannig að það getur einhvern veginn engan veginn varið sig og svo þegar það kemur út þá það að vinna í því og þú átt að vera að vinna þarna inni í þessum meðferðum í að byggja þau upp og hvernig gerur það þegar það er verið að brjóta á þér. Þannig að það bæði verið að brjóta á þér og verið að eyðileggja fyrir þig einhverja möguleika til þess að eiga betra líf. Sko, það sem mér finnst gott í þessu að fólk fara að segja af sér. Mér finnst það svolítið svona, kannski svolítið stórt skref fram á við. Það var einhvern veginn, fólk var ekkert að segja af sér. Það var alveg sama hvað, það bara eitthvað baðast fyrirgefningar og þá bara allt gott eða eitthvað. Svona hálfgerða fyrirsetningar, ef ég hef sagt eitthvað þá byrst ég aftur. Já, mér finnst leiðilegt að hún hafi haldið að ég hafi gert það en ég ætlaði ekki að gera eða eitthvað svoleiðis. Eða þú veist, ég byrst fyrirgefningar á sem ég gerði þetta ekki. Þú veist, eins og ein afsökunarbeiðnin var fyrir jól hjá einum íþróttamanninum. Ég byrst afsökunar á sem en ég gerði þetta samt ekki. En þannig að mér finnst það strax að fólk viðurkennir hlutina og tekur ábyrgð á því. Það strax svo rosalega gott skrefa því að líka það bara fyrir þá sem lendi í þessu að bara það lítur að vera rosalega stór skref fyrir þá til að fara að vinna í sína málum. En já, Hvernig finnst þér SA að hafa tekið á þessu? Nú eru þessi mál sem á komið, annars vegar með Einar Hermannsson formann SA, þá þetta verknaður sem að hann framdi meðan hann var í stjórn samtakana áður var formaður en hann var ekki hluti af meðferðarteyminu, sama með það mál sem að kom upp sem að Hörður Oddfríðarsson gekkst við, það var áður en hann hóf störf fyrir samtökin. Rótin sem hefur gagnrýnt SA fyrir lélega kynjapólitík gerði könnun meðal síns félagsfólks og þar kom fram að stór hluti hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi í meðferð. En samtökin hafi ekki gert það hefur ekki verið gerð svona almenn könnun á því, en vísbendingarnar eru mjög sterkar. Hvernig finnst þér SA hafa brugðist við þessu og svona því að þeir nú öll í formenn í svona almennum félagasamtökum, það byrjuðu svona veltaði aðeins fyrir ykkur, svona hvernig hefur SA ástæðið í þessu og hvernig kannski verkalýðsfélögin að taka á þessu, því að maður myndir nú ætla að eitthvað sambreytt væri til innan annar almannasamtaka heldur en SA. Já, nú fátum svör. Jú, af hverju ætti þetta ekki að vera innan stéttarfélaga eins og alls þar annars staðar? En sko,
mér finnst að sömuleyti hefur SÁÁ kannski bara alveg tekið vel á sig, mér er svolítið snemmt að segja það ennþá samt. Kannski, mér er svolítið erfitt að svara svo að því, ég myndi vilja fá að sjá bara eftir kannski svona 2 mánuði hverju staðan þá. Er verið að verður þessu bara sópað undir teppi og svo halda þau bara áfram eins og þau hafa verið að gera, eða verður í alvörunni farið í þetta, til dæmis eins og að skoða kynjaskipta meðferð, af því það er ekki bara starfsmennirnir sem hafa verið að misnota vald sitt, það eru líka bara aðrir sem eru með þér í meðferð og maður hefur heyrt þegar verið að tala við fólk sem hefur farið í meðferð, það hefur jafnvel lent í áreitni eða eitthvað slíku frá fólki sem er með þeim í meðferð. Þannig að ég held að næstu vikur og kannski mánuður sýni það svolítið hvað SÁÁ allar í alvöruna gera í þessu, hvort þetta verður bara eitthvað sem við verðum búin að gleyma eftir 3 ára, þá kemur upp eitthvað annað mál og þá fórum við að rifja upp, eða hvort það verður í alvörunni farið í einhverja markvissa vinnu til þess að koma í veg fyrir að þetta geti gerst, vegna þess að einstaklingarnir sem eru þarna, þeir geta svo illa borið hönd fyrir sig. Þannig En varðandi verkefnisvinningin, hún með átakið þessu? Hún að rannsaka málin sín megin, búa til einhverja, hvað heitir þetta, verkferla og það allt saman? Það er örugglega mjög mismunandi milli félaga hvernig bara þú veist hvort það séu ferlar eða ekki. En það er ég veit að það er búið að vera umræða um það og það er það er örugglega mjög mismunandi milli félaga. Ég til dæmis get viðurkennt í mínu félagi er ekki einhver verkferill í þessum málum, en það er einn af þeim verkferlum sem á að fara í og það er hafið, en því miður eru þessi mál stundu þannig, það gerist ekkert fyrir en eitthvað kemur upp á. Það er svona þegar að kemur upp svona mál og þá fer boltinn af stað. En þá kemur líka í ljós, Guðbjörg, að kerfið er mjög illa undir það búið. Þetta er náttúrulega verkalýðshreyfingin er fræg fyrir að vera karllægt stofnanaveldi. Þannig að það þegar máli kom upp, segjum minni í þínu félagi, þá kemur náttúrulega ljós að það bara er ekki gert ráð fyrir því að samtökin eigi að geta tekið á málum sem að snúa kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi. Já, það er alveg rétt. En auðvitað þurfa stéttarfélög eins og öll önnur félög að vera undir þetta búin, við erum allavega, ég held við séum ekki komin langt á veg með þetta, en kannski frekar í stærri félögum gæti verið að það væri, að því að ég veit alveg það eru alls konar verkferlar í gangi í stærri félögum, meðan að þeir í minni félögunum er oft bara svona, þú veist, það eru allir að gera allt einhvern veginn og það er ekkert þessi með ákveðið hlutverk og þessi með ákveðið hlutverk, þannig að það kemur mér ekkert á óvart að það væri, til dæmis og Ragnar gæti alveg sagt okkur frá, það getur verið að sé eitthvað svoleiðis í stærri félögum, það kemur mér ekki á óvart, sko. En auðvitað berum við í minni félagunum líka skylda til þess að vera með þessu. Það er skyldan liggur á stærri félagunum kannski að móta brautina og þróa aðferðir sem að smærri félagin geta síðan tekið upp, kannski í samvinnu við önnur smærri félag. Hvað segir Ragnar? Eru þið búin að leysa málið í VR? Já, við erum bara reyni, félagið náttúrulega hefur gengið í gegnum erfiðleika eins og við höfum verið að sjá til dæmis í Eflingu, varðandi þegar stórar og mikla breytingar verða á félaginu eins og þegar ég kem inn í stjórnina 2009 og í gegnum árin þá höfum við sett raun upp, myndi ég segja bara mjög góða ferla sem að snúa það náttúrulega af einelti og raun öllu því sem að svona ofbeldi fellur undir og þar á meðal. Ef ég er kona og vinn hjá flugleiðum, bara einhverju félagi og verð fyrir kynferðislegu áreitni og ofbeldi á mínu vinnustað, þá get ég leitað til míns verkalýðsfélag og verkalýðsfélagið styður mig í því að fá bót minna mála. Að sjálfsögðu, þetta eru... Hvað er þetta stór hluti af umkostunum?
þetta sko langstærstur hluti sem kemur inn á borð okkar eru tengd réttindum og kjaramálum. En síðan kom alltaf mál inn öðru hvoru, þau eru ekki mörg en það kemur alltaf öðru hvoru en þetta eru vitanlega lang erfiðustu málin þar sem að oft eru þolendur, þeir eru hvað ég segja, vilja mögulega ekki fara með málin lengra, vilja ekki kæra, við þurfum að vera málsaðilar máls til þess að geta beitt okkur formlega í málunum og þetta eru lang erfiðustu málin, eineltismál og kynferðisleg áreitni og viðlíka mál. En þau hafa komið inn á borð til okkar en þetta er náttúrulega langmest tengt kjaramálum. En það sem gerist til dæmis, ef við tökum til dæmis festismálið, það sem að stjórnarformaður hafði verið uppvís að því að vera í pottaferðinni, það sem að tengist henni Vítalíu, að við fáum þetta málin á borð okkar í desember og gerum stjórn lífeyrissjóðsins strax grein fyrir því sem er náttúrulega stærsti eigandi eða fer með stóra hluti í festi og við í sjálfsög kröfðust þess að stjórnin myndi fara í þessi stjórn lífeyrissjóðs myndi kalla eftir skýringu stjórnar og hver staða málsins væri og hvort það væri verið að gera eitthvað í þessu. Þannig að við fórum í rauninni strax í máli og við tókum þetta mjög alvarlega. Ég veit að stjórn lífeyrissjóðsins gerði það og núna allra síðustu ár þá og líka bara núna í kjölfarið að þá höfum við verið að gera mun ríkari kröfur á óflekkað mannorð og siðferðis vitund þeirra stjórnarmanna sem að sitja fyrir og í umboði lífeyrissjóða sem eru sannarlega í eigu almennings að það er bara gerð miklu ríkari krafa í dag heldur en var hér áður og við beittum okkur í þessu máli og ég myndi segja að við hefum gert það mjög ákveðið. Breki, þetta er líka krafa það að ofbeldismenn séu ekki að hafa sig í frammi að við tökum bara dæma neytendasamtökunum að ég sem kona í neytendasamtökunum á ekki að þola það að ofbeldismaður minn sé að tjá sig fyrir hönd neytendasamtakana sem ég er aðilega að í opinberlega. Þannig það er komin svona svo krafa að þessi gerendur séu bara hreinsaðir út úr áhrifastöðum. Er þetta sjálfsög krafa eða er þetta viðkvæmt háskalegt? Nei, ég held að þetta sé bara sjálfsögð krafa sko, og þessi mál eru öll bara hræðilegt og maður dáist að hugrekki þeirra sem hafa á undanförnum misserum verið að stíga fram. Ég var nú meðan ég var að hlusta á ykkur var ég að kíkja á lög neytendasamtakanna. Þar er ekkert gert ráð fyrir viðbrögðum við svona málum en ég held að það verði tekið upp fyrir næsta félagsfund samtakana að einhvers konar viðbragðsáætlun við ofbeldi verði sett inn í lög samtakana. Já. Magnús Þór, þetta kemur aftur á skólunum og uppeldinu, lýðræðisumræðinni að við erum einhvern veginn með svona lýðræðiskerfi þar sem að farið eitthvað reglum en síðan er bara hluti af hópnum sem hefur svona minni réttindi og kerfi gætir ekki að öryggi þeirra að það er ekki ríkjandi krafa að konur geti frjálst höfuð strokið á þess að verða fyrir áreiti og í vinnustaðnum, í almannarýminu, skemmtistöðum, í félagasamtökum og öðru slíku og þurfa að búa við það að ofbeldismenn þeirra taki sér það vald að tala fyrir hönd þeirra. Já, sko ég viðurkenni það að innviðir regluverkskennarasambandsins hef ég kannski ekki alveg kynnt mér alla leið en ég aftur myndi veita það eru verkferlar sem snúa að eineltis og kynferðisbrotamálum sem hefur verið virkjað. Ég náttúrulega hef verið í mínu starfi
núna í 20 ár hef ég verið að vinna inn á vettvangi sem þá yfirmaður yfir starfsfólki og þetta svona mál hafa komið upp og ég tek alveg undir með Ragnar það þetta eru mál sem krefjast mikils af mjög mörgum en það alltaf augljóst mál að skólakerfið þarf að vera í algjörum forgrunni í þessum málaflokki það bara að vinna gegn ofbeldi er náttúrulega bara lykil atriði í stofnun eins og skólakerfi það þarf að vera alveg þannig og þetta náttúrulega starfsmannahópsmyndin í skólunum er náttúrulega allt önnur heldur en flestum verið stöðum þar sem náttúrulega kynjahlutföllin eru mjög mikið konum í vil en það auðvitað undan þegar ekki það að það geta komið upp atvikin í skólum eins og öðrum vinnustöðum og hafa komið upp og þá skiptir Magnús, má ég spyrja það því að við erum að tala um kennarasambandið og þessi mál að þegar það var kosið síðast ekki þegar þú varst í framboði að þá kom upp svona mál ásakanir á hendur þess manns Ragnar Þórs sem var svo kjör gæti það gerst í dag? Myndi slíkar ásakanir í dag vega svo þungt að maðurinn myndi bara einfaldlega að draga framboðið tilbaka og hvað þýddi það að kennararnir kusu mann sem var sakaður kynferðisbrot gagnvart nemanda út á landi ef ég maður rétt hvað þýðir það að kennararnir kusu mann sem þrátt fyrir hann fengi fyrir svona ásökunum? Ég þessi það rosalega erfitt og alls ekki við hæfi fyrir mig að fara að tala einstök mál, Gunnar, það bara þannig sem það að það mál var auðvitað mikið rætt á sínum tíma og voru alltaf allir fletir á því og það auðvitað einn partur af þessu öllu það umræðan einhvern veginn, hún breytist og áherslunar eru aðrar og það það sem þarf að vera og ég einhver hefur sagt það sem var rétt einhvern tímann var ekki rétt þá en það var bara umræðan var önnur og það auðvitað bara þannig sem að ég held að við erum að horfa á þessu umræðu, hún á hverjum tíma hún aktuelt og ég held að það sé bara Magnús, ég ekki að biðja að taka afstöðu til ásakananna er þetta lifandi umræðu þetta meðal kennara til dæmis þetta kosninguna hvaða merkingu það hafði að kennararnir kusu sem formann mann sem hafði verið sakaður Auðvitað var umræða á þeim tíma og ég sem sagt var nú þingfulltrúi inn á þessu þingi þar sem umræðan varð og þetta var farið yfir málið á þinginu og niðurstaðan var þessi og Ragnar hefur svo verið farsall í sínu starfi þannig að umræðan hefur alls ekkert verið í þessu formi og það kannski það sem ég meina mér kannski núna það að umræðan á hverjum tíma er svo sem hún og það bara held ég eitthvað sem bara nákvæmlega erfitt átt að sjá með mörg mál sem eru kannski í fortíðinni og myndu vera á öðrum stað í dag, ég þori ekki að fara með það en það var klárlega þannig að umræðan var bæði fyrir þingið og á þinginu á ákveðnum stað og svo valdi fólk fulltrúar sem það treysti og eftir það sinni þannig situr það sko. Já, þú afsakar Magnús að við vorum nú að tala að geta okkur fyrir að taka erfið mál í umræðu og þú fyrst hann að bara ég setti því strax í próf að vera eitt svo erfiðasta mál sem var eitt að spyrja þig það sem að leggja mat á stöðu forverðaðinn sem að þú ert líklega að vinna með núna til þess að þetta tekið þig. Herðu, en verkefniseyðingur kom einn af stórfréttum vikunar, það var það að Sólveig Anna Jónsdóttir ætlar að bjóða sig fram í Eflingu sem formanns Eflingar, það kosningar að byrja núna í byrjun næsta mánaðar og eftir því sem að samkvæmt fréttum að þá mun verða listi trúnaðarráðs að listi þar sem Ólöf fyrirvændi trúnaðarmann hlaðamanna Icelandair mun leiða hann, Guðmundur rútubílstjóri hefur líka boðað sinn lista og núna held ég bara í gær að þá kom yfirlýsing frá Sólveig Önnu að hún ætlaði að bjóða sig fram líka, hann hefur líklega 3 listar í boði. Kannski ég byrja á þér Ragnar, því þú nú þegar búin að lýsa yfir stuðningi við Sólveig Önnu, er það mikilvægt að Sólveig Anna verði aftur kjörin formaður? Já, ég held að sko í minni stuðningsyfirlýsingu felst ekkert vantraust á aðra frambjóðendur eða neitt slíkt. Ég held að fyrst og fremst vegna þeirra verkefna sem eru framundan og eru stöður hreyfingarinnar eftir brotthvarf Sólveigar að það sé alveg ljóst að þeir sem hafa verið innan hreyfingar og tala helst fyrir til dæmis Salex-samkomulaginu
að beisla svolítið vinnumarkaðinn og miðstýra allri ákvörðunartöku inn í einhverju þjóðhagsráði, hvað sé til skiptana fyrir launafólk, að það komi þá mun færri að slíkum ákvörðunum með því að samþykkja starfskjaralög, ný starfskjaralög, breytingar á vinnumarkaðslöggjöfinni sem að felur í sér stórkostlegri afturför í réttarbót og réttargæslu fyrir félagsmenn, aukið vægi og völd ríkissáttasemjara til þess að stíga inn í kjaradeilur og þannig ganga á okkar helsta vopn sem náttúrulega verkfallsrétturinn og ætti að vera algjörlega heilagur. Og líka eins og ég segi bara að þær breytingar sem hafa átt sér stað strax í kjölfar brotthvarfs Sólveigar innan Alþýðusambandsins, þar sem að þau öfl sem voru kannski hvað hliðhollist fyrrum forseta Alþýðusambandsins Gylfa Arnbjörnssyni, að þau eru farin að sækja sér veðrið og ég hef verulegar áhyggjur af því Alþýðusambandið sé að sigla inn í það svona landslag sem var áður en að ég náði kjörin sem formaður og sömuleiðis Sólveig, og við höfum bæði algjörlega hafnað þessari aðferðafræði, þessari svona norrænu norrænu nálgun á vinnumarkaðinn sem að hefur rauninni haft mjög skaðleg áhrif á réttindabaráttu vinnandi fólks á Norðurlöndunum og í sjálfu sér haft skelfileg áhrif á stöðu verkalýðshreyfingarinnar í Skandinavíu og þetta kannski svona helsta ástæðan fyrir því að ég fagnaði framboði Sólveigar mjög og sömuleiðis líka að telja algjörlega nauðsynlegt ef við ætlum að fara inn í þessa miklu óvissu tíma sem framundan eru, sérstaklega varðandi þessa þætti sem ég nefndi og sömuleiðis líka það áhlaup sem að hagsmunaöflin fjármagns og valda í íslensku samfélagi, það áhlaup sem að þau ætla sér að gera á íslenska vinnumarkað og það breytingar sem að þessi öfl sjá fyrir sér bæði til skemmri og lengri tíma rauninni bara skelfileg tilhugsun og þess vegna skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur þó við séum formenn mjög eða var formaður og ég formaður í mjög ólíkum félögum þar sem að bæði vilji félagsmanna og kröfugerðir fari ekki alltaf saman þá þarf þessi kraftur að vera til staðar og þessi og hún spilar rauninni algjört hlutverk í því, myndi ég segja, ef hún nær kjöri í að við náum að bæði að sinna svona hvað segir til varnarhlutverki sem framundan og sömuleiðis líka reyna að ná að verkalýðshreyfingin haldi haus í gegnum þessa kreppu sem að nú að dynja yfir okkur, bæði í formi verðbólgu, húsnæðismálin og þessar breytingar sem að verið að boða til dæmis í stjórnarsáttmálum á vinnumarkaðnum, grænbókinu vinnumarkaðin og þetta miklu dýpra heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir. Þannig að fljótur að myndu kannski flestir ætla að kosningarnar myndu snúast átökin skrifstofu Eflingar, en þú ert að segja að átökin snúist raunverulega Alþýðusambandið og stefnu verkalýðshreyfingarinnar til lengri tíma. Það sé að þú, Villi Birgis og Solla hafi myndað svona vorið í verkó, mögulega breytingar á verkalýðshreyfingunni í áferð og áherslum, að kosningarnar snúist það. Já, það alveg tvímælalaust. VR gekk í gegnum svona breytingar þegar ég kem inn í hallabyltingu í stjórn VR árið 2009 og það tók mörg ár að snúa þessu stóra skipi sem VR yfir það öfluga félag sem ég tel að vera í dag og það gerist ekki bara með tíðum breytingum á skrifstofunni í starfsmannahaldi, heldur líka voru kosnir formenn og þeir féllu jafn harðan aftur og það hafi verið tíð formaskipti og stjórnarskipti í félaginu síðastliðin 12 ára verða, núna 13. ári, en síðustu ár hefur okkur tekist að þétta raðirnar. Ég hef ekki áhyggjur af því að Efling komist í gegnum þennan svona ólgusjó sem hefur myndast á milli skrifstofunar og stjórnarinnar og forystu.
að ég hef trú á því að fólki muni hreinlega bara vinna með þessa niðurstöðu og reyna að einhvern veginn að þetta bara raðirnar og vinna með niðurstöðunni þá félagsmanna fyrst og fremst, en framboðið sem slíkt og aðkoma Sólveigar að verkalýðsbaráttunni, hún miklu stærri og meiri heldur en efling, hún miklu stærri heldur en kannski fólk almennt gerir sig grein fyrir. Það bullandi pólitík innan verkalýðshreyfingarinnar og þar takast á öfl og þar inni fólk sem hefur beitt sér mjög harkalega gegn okkur fólkinu sem erum kannski mest í orðræðinni og milli tannanna á fólki sömuleiðis. Þetta hópur fólk sem fæstir vita hverjir eru, enda eins og ég segi, stíga það yfirleitt ekki inn í orðræðuna eða fram á ritvöllin öðru sem kannski að níða skóina af sínum félögum eða sínum samherjum ef ætti að kalla, og hafa aldrei fyrirgefið okkur sem komum til forystu í félaginu með gagnrýni á hreyfinguna og munu aldrei gera. Þannig að ég myndi segja og ég alveg tilbúin til að standa við þau stóru orð. Ég held að framtíð verkalýðshreyfingarinnar eins og við höfum þekkt hana kannski allra síðustu ár sé í húfi með framboði Sólveigar. Ok, Guðbjörg, þetta þín upplifun líka? Ég hef náttúrulega ekki unnið jafn mikið með Sólveigu eins og Ragnar hefur gert, en það var vissulega mikill missir á Sólveigu út úr baráttunni. Hún mikil hugsjónamanneskja og var alveg með hjartað í þessu, þannig að það var mikill missir af henni. Ég vil svo sem kannski ekki endilega fara að blanda mér inn í eitthvað svona, þannig sem Ragnar greinilega þekkir meira til. Ég vil ekki kannski blanda mér inn í eflingarstarfið eða vera með einhverja sérstaka skoðun á því hvort að einhver frambjóðandi sé betri en annar, en á því líka því ég þekki ekki hina frambjóðanduna bara neitt eða lítið, ég þekki Agnesku pínu lítið en ekki þannig, og ég efast ekki að hver sem verður kosin eigi eftir að standa sig vel, bara vonandi bara verði niðurstaðan sem best. Það vissulega rétt að með innkomu Sólveigarinn í verkalýðsbaráttunni og hrist hún hressilega upp í henni. Hún verður formaður ári á undan mér og það voru 40 tímar og hún setti sinn lit mjög mikið á þetta. Og ég þekki ekki til neins nema góða, en það sem ég hef unnið með henni hefur alltaf verið af hinu góða og maður fagnar alltaf ef að fólk vill vinna þessu. Það vissulega mikill missir af henni þegar hún fór út að ég trúði því ekki að hún kæmi ekki aftur, sko. Ég hafði fulla trú að því að hún væri ekkert hætt, og við áttum samtal þarna eftir hún sagði af sér og ég sagði við hana að ég byggist ekkert við því að hún væri neitt farin. Þannig að En þessi átök sem Ragnar að lýsa, annars vegar fólk sem vill endurreisa verkalýðshreyfinguna sem baráttutæki almennings, hafa hann róttæka, hvassa, baráttuglaða og hins vegar einhver hópur sem að reyna að sitja loka á allt, og Ragnar tala nú að sumt fólk sem að aldrei tjáði sig opinberlega nema til þess að níða skóinn af samherjum sínum kemur fram, sem að kom svolítið í ljós núna í haust að það var fólk sem að hafði kannski tekið mikið þátt í umræðinni, var allt í einu byrjað að tala um hvað það væri guðslegandi fegin að Sólveig Anna var hætt. Er þetta raunverulega átök verður varfið þetta að verkalýðshreyfingin standi á svona tímamótum, annarkvort eflist hún og verður öflugur að baráttutæki fyrir almenning, eða hún sofnar og konar niður og verður svona eins og á tímum Gylfa Arnbjörnssonar, svo ég gleðji nú Ragnar með að vísa til hans sem hins illa afls. Ég vona nú, sko, ég ekki saleg manneskja og er ekki hlynnt því að fara út fara þá leið, og ég trúi því bara ekki að það sé einhver sem að í alvörunni vill fara þangað, þannig að kannski ég nú bara einfalt að trúa því ekki, en sko ég stend ekki inn í neinni klíku, ef að má segja sem svo. Það nú oft talað svona, þessir eru mikið í samskiptum og svona, ég ekki mikið í samskiptum við nema bara svona á fundum og slíku, þannig að ég kannski missi af sumum umræðum sem að eiga sér stað, en já, það alveg örugglega einhverju sem vilja halda í þetta gamla og hendar þeim, en
ég veit ekki. Má ég spyrja þig af hverju þú lýsir svo svolítið eins og þú sért ekki að taka þátt í svona átökunum í heildarsamtökunum og öðru slíku. Það vegna þess að þú svona tiltölulega nýbyrjuð sem formaður og kannski að ná tökum á stóru félagi, þetta verkefnisfélagi í Keflavík stórt félag og í gegnum erfiða tíma sem hefur verið COVID og gengið inn það. Það út af því eða það eitthvað svona bara afstæða þín að ekki taka þátt í svona átökunum svona heildarstefnu verkalýðshreyfingarinnar? Nei, alls ekki. Sko, ég hef nú verið skömmuð fyrir að ég sé ekki nóg frek og það kemur öllum í kringum mér rosalega óvart sem mínu nánustu að einhver segi ég sé ekki nóg frek. En sko vissulega það bara búið að vera rosalega mikið að gera og þegar maður vinnur á svona skrifstofum sem ég vinn og ég að gera allt, ég að taka með mál og ég að reikna laun hjá fólki, ég að senda inn kröfur þegar við erum bara 5 á skrifstofunu og ég þarf að gera allt, ég þarf að leigja út bústaði, ég þarf að gera allt. Þannig að ég hef kannski ekki haft nógu mikinn tíma sjálf til þess að setja mig inn í ýmislegt sem ég kannski þyrfti betur að setja mig inn í, en svo líka kannski sko þegar að maður ekki í slagnum svona mikið, þetta eitt af því sem ég þarf að fara að gera meira af, að setja mig betur inn í málin og svona, þá kannski, fólk kannski ekkit eins mikið að leita til manns eða spjalla við mann því að maður ekkit kannski alltaf að tróða skoðun sinni á framfæri sem maður ætti að vera að gera. En ég, eins og ég segi, þetta kannski bara eitt af því, kannski að því að ég samt búin að vera í 3 ár, ég nú ekki alveg ný, sko, en ég svona, þegar mér hefur verið sett verkefni í hendur, þá hef ég reynt að skila þeim vel að mér og slíkt, en kannski ég bara ekki nógu duglega að bera mig eftir þeim heldur. Ég man eftir því þú varst byrjaðir, ég held að þetta ekki viðtalið bara mjög stutt eftir það. En 3 árið að ná tökum á stóru verkefnisfélagi sem flókið skip, Ragnar getur örugglega tekið undir það, hann var nú stjórnarmaður í VR í langa tíma, að það tekur tíma að láta svona samtök og sögu þeirra og ólíka hagsmuni félagsheildarinnar svona sigla inn í sig. Þannig að mér finnst 3 ár vera bara ágætis tími til þess að ná fyrst tökum á sínu félagi áður en að menn fara að hafa stóra skoðanir alþjóðasambandið. Það var nú bara meiningin að baka við þetta. Herðu, en nú tíminn okkar að verða liðin. Ég ætla nú að leyfa Breka og Magnús aðeins að tjá sig Eflingu. Það best ég hafi spurninguna svona í takt við það sem ég hef gert hérna áður. Breki, ertu solumaður eða stalekmaður? Það vart að... Má segja pass. Neytendasamtökin eru náttúrulega sjálfstæð og ólík óháð einstaklingum og fyrirtækjum, samtökum og stjórnmálaflokkum eins og við komum aðan. Að því sögðu þá hef ég undanfarin 3 ár og ég veit að samtökin áður haft mjög gott samstarf við Eflingu í mörgum málum sem fara saman. Efling hefur stutt okkur dyggilega í baráttunni gegn smálánum meðal annars ásamt VR og ASÍ. Þá hafa leiðir okkar líka leiðið saman í leiðindaaðstoð og í Eflingu á henni. Þannig að ég vonast til þess að það samstarf haldi áfram hver sem það verður sem Og þú nágrann, eitt af því sem hefur breyst að Neytendasamtökin eru komin niður í, við getum kallað þetta Alþýðuhúsið, sem að ASÍ og Efling eru, sem einu sinni hét Borgartún en heitir núna Guðrúnartún. Við erum komin hérna í náið samstarf og mjög gott að hitta fólk í húsinu til að ræða henni ýmsum mál og ég held að það sé. Það nú svona ein hugmyndin mitt að fleiri félagasamtök sem hafa almannaheillafélög komið nú saman og hefji saman búskap á einhverju leyti að það gæti hendað og hendað baráttunni og myndi efla
okkur öll held ég ef við samlegða því. Ég spyr þetta, ég hef nú rætt þetta með hans við Ragnar að búa til svona eins svona háskólatorg sem myndi hittast verkalýðshreyfingin og leigjendasamtökin, neytendasamtökin, hagsmunasamtök heimilanna og það geti komið eitthvað sterkt út úr því. Þetta hafa menn gert út allan heim að búa til svona klasa og almannasamtökin ættu að geta styrkt því. En Magnús Þór, þú var síðustu spurninguna, Solla eða Salek, epli eða appelsína? Já, sko, mér finnst þetta fellett að sé lítið eftir að þættinum, sko. Sko, ég sennilega sá hérna inni sem hafi farið í flest verkvöldin af fólkinu á mínum fyrstu árum, þannig að voru við kennarar mjög mikið á hatramri baráttu sem ég fór í löng verkvöld, tæplega 6 vikur í mínu fyrsta ári og aftur 2004 voru við held samtals í 6,5 einsdagsverkvöldin á milli, ég sagði upp inn í Reykjavík, þannig að ég alveg, myndi ég klárlega segja það að máttur verkalýðsins felst í samstillingu og baráttu. Það breytist ekkert. Aftur á móti á þessum 15 árum sem hafa liðið frá því að 17-18 ár síðan að kennara fór í verkfall síðast, þá voru ákveðin leiðir sem að einmitt Salek talaði inn í og ég var þá í einhverju umræðu hópi á þeim stað þar sem mönnum langaði í, þar sem þá talaði þetta samnorræna módel. Sko, ef ég fæ bara að vera hreinskilinn og tala út frá sjálfum mér áður en ég legg inn í starfið mitt sem að mig langar í, þá náttúrulega bara ljóst mál að í samfélaginu okkar bara því miður, hefur það bara verið þannig að þeir sem átt að vera í þessu samnorræna módeli voru launþegar og neytendur, ekki fjármagnseigendurnir alltaf eða þeir sem að voru að ráða. Og það auðvitað bara það sem að mér finnst vera umræðan núna sem að Sólveig talar inn í og Ragnar hefur gert og ég kynntist Vilhjálm aðeins þegar ég var á Snæfellsnesinu og var með honum í vinnumarkaðsráði Vesturlands, að þessi umræða núna auðvitað ná aftur inn í launþegahreyfinguna og það náttúrulega bara til dæmis skítfelldur kjarasamningur grunnskólakennara var ekki það svolítið verið reyndar pólitíkin og sveitarfélögin svolítið reyndar að tala upp að það sé út af einhverju innri baráttu inn í samtökunum, kennarasamtökunum FG, það bara ekki rétt. Það ekki hljómgrunnur held ég lengur fyrir því sem að var á þessum tíma einhver draumur svona nýja þjóðarsátt og pælingu það að við getum öll labbað í takt, svo bara hafa menn hlaupið út undan sér og þá þetta veruleikinn sem að ég held að sé að birtast og þess vegna skil ég alveg það sem að Ragnar að segja hérna núna varandi það að stéttarfélög eru núna að verða að horfa inn á það að það þarf að berjast fyrir launum. Það hefur bara ekki verið stemming fyrir því, við tölum íslensku í ykkur 10-12 ár sem að var og ég í mínu samtökum, það var það klárlega meðal annars eftir alveg ofboðsleg átök 2004, það voru rosalega átök og þetta var rosalega erfitt fyrir mína stétt grunnskólakennara að fá það lagasetningu á sig og þá einhvern veginn breyttist andrúmsloftur maður fann það bara einhvern veginn að baráttu þegar ekki var lamið svolítið niður. Svo aftur á móti þessum að Ragnar talar inn í þetta líka það sem mér langar mjög til þess að þegar ég fæ að fara inn í starfið mitt, einmitt að tala við önnur svipu samtök og það auðvitað það að við náttúrulega sem erum núna inn í þessum samtökum og KÍ þar klárlega eitt af þeim og rekum þjónustuskrifstofu, Guðbjörg talaði með áðan, við erum ferðaskrifstofa, við erum að hugsa veikindarétt, við erum að hugsa alls konar þætti fyrir félagsmenn sem ekki bein kjara barátta og ég var alveg velti fyrir mér og eitt af því sem var ástæða sem mér langaði að stíga inn í þennan vettvang núna klárlega þessi barátta sem ég held að sé framundan svolítið að taka aftur það að við þurfum að vera sterkari rödd, við þurfum mér minnist ég, við þurfum að fá töluverðar launahækkanir, bara þvert yfir allt planið og styðjum klárlega það að fólk sem í svipari stöðu sem ég til okkur vera í, til dæmis varandi VR, Efling og alla þá, við erum með fólk sem þarna inni, við erum með Eflingarfólk og VR-fólk inn í skólanum. Þannig ég held að það sé bara umræða sem þarf að vera tekin út frá því sem að gerast í Eflingu til dæmis, varandi það hvernig við getum einhvern veginn búið þessi hlutverk til. Þegar ég að bjóða mig fram sem trúnaðarmaður á sínum tíma fyrir kennara á þeim tíma og þessum að gera hana, þá það út frá ákveðnum forsendum sem eru svo kannski ekki þær sem eru hinn raunverulega stað alltaf og það skiptir rosalega miklu máli að við erum annars vegar með stéttarfélög sem mitt sem á að vera og klárlega fyrst og fremst skipa til þess að standa að vera réttindi félagsmanna en þau réttindi hafa leitt af sér svona það aðverð að við viljum þjónusta okkar fólk á ólíkum sviðum og þetta bara umræða sem ég til dæmis það hlutverk sem ég inn í verða að vera inn í því ég vinna með þessum 7 ólíku félögum mínum að berjast í kjörum en ég líka að vinna því að
búa til samfélag inn á skrifstofunum minni sem á að taka á alls konar minni málum sem að heildin getur ekki barist við. Og þetta bara eitthvað sem að ég hlakka mjög til að takast á við og vissum að ég áttur að fá að ræða við Ragnar einhvern tíma þegar ég kemst loksins inn í starfi sem verður núna í apríl. Þá þetta eitthvað sem ég held að skipti mjög miklu máli fyrir Eflingu, fyrir KÍ, fyrir VR, fyrir ASI, fyrir okkur öll sem erum á þessum stað. Einhvern veginn svona lærum inn á þetta konsept. Því ég held að þegar ég var sem mest að berjast út á feltinu, á gólfinu 2000 til 2005, kannski svona 98 til 2005, þá var þetta ekki alveg staðan. Núna svo tala mér einhvern veruleika sem Salegur til í, sem ég klárlega sammála í dag að var raungleið, þá þurfum við núna að fara á þennan stað. Þannig að ég hef getað að tala mikið lengur þetta, sko. Þannig að þú vilt aukna róttækni eða baráttu kraft inn í þetta höfum? Það er alveg augljóst mál. Til dæmis við talum bara fyrir mitt samfélag. Við erum auðvitað langt á eftir í launum. Kennarastéttin bara langt á eftir í launum og bara mikið sem að við trúðum á það að það væri hægt að fara inn í einhvern samtal nýja þjóðarsvætti, eitthvað sem myndi skila okkur. Staðan bara svo að núna þurfa allir sem mínu tilviki ríki og sveitafélag sem eru 95% okkar vinnuveitenda að horfa inn í þann veruleika að launasetningin, hún verður að lagast. Man get ekki vísað í neitt annað heldur bara það og þá það bara þannig, því miður að mér sýnist það að upptakturinn sem að Efling fór inn í sínu verkfalli og ég kannski heyri svona í kringum mig, að upptakturinn virðist vera það að það það eina sem launafólk á inni það að þurfa þá að stíga herðið. Ef að menn ekki tilbúin til að gera þetta á þeim nótum að við getum svona sest niður og brosa til einhvers annars og bara, þetta svona kröfurnar, þá bara eitt eftir. Og það það sem verður að vera. Og þó við séum, eins og mitt félag, klárlega villir að huga fagmálum, kennslumálum, því sem vorum að tala um áðan COVID, þá því kjarninni sá að við þurfum að standa vörð gjörð. Nú erum við að tala að því við náðum ekki að tala verðbólguna eða það að stíga inn í hagvaxtartímabil. Staðan hefur alltaf á Íslandi verið svo að þegar það hefur verið hagvaxtartímabil þá hefur blæðingin orðið út úr opinberu kerfum, út af hverju. Það ekki út af þessi einhver deilur innanhús einhvers staðar. Það bara eins og launasetning fólks á þessum mörkuðum, hvort sem það almenni markaðir sem VR og Eflingar að tala inn í eða þessi opinberu markaðir sem ég að vinna með, hún bara ekki næg og þá það staðreynd sem þarf að vinna og þá verðum við bara að berjast með því sem við getum barist í. Þannig að það erfitt að vera algjörlega soluð, algjörlega saleg megin, en ég klárlega í dag er í nær þessari rödd sem Ragnar og Sólveig tala það alveg klart. Ok, það Sóla fekk 3 atkvæði, það satt hjá, Salegur fekk ekki neitt. Niðurstaðan í þessu. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma í vinnuskúrinn og ræða hér fréttir vikunnar. Magnús Þór Jónsson, kjörinn formaður Kennarasambandsins, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur. Og Breki Karlsson, kærlega fyrir að koma hérna og vera með okkur núna í 2 tíma og fróðlegt spjall við þig neytendamál. Ég vil þakka hlustendur fyrir að staldra hérna við í vinnuskúrnum og bendi þeim á að núna klukkan 2 að þá verður send út masterclass í aktivisma. Við byrjuðum fyrir 2 vikum, þá kom Hörður Torfason, sagði okkur frá sinni baráttusögu. Núna kemur Sema Erla Serdar og segir okkur frá sinni baráttu gegn rasisma og fyrir réttindum flóttafólks og hvaða áhrif sú baráttu hefur haft á hana og hvaða áhrif hún hefur haft á samfélagið. Hugmyndin svo að þeir sem á að láta til sín taka í samfélaginu geta komið hingað í Bolholt 6 eða fylgst með á netinu og spegla sig í persónusögu þessa fólks. Á morgun verður hér menningarsmygl, þá verður rætt Spiderman, ef ég ekki rétt, sem var mjög lífleg samtöl sem hafa verið í menningarsmygli sem klukkan 5 á mánudaginn. Síðan byrjar næsta vika með rauðaborði verður klukkan 8 á mánudagskvöldið. Ég hef ekki ennþá ákveðið hvað verður á dagskrá þá, en síðan tekur við þáttur ungra sósíalista og síðan eru þættir hér, komið 3 þættir innflytjenda á samstöðuna, eru leigjendur með þátt, hér eru þættir sem rætt við sósíalista út allan heim og það mikil uppbygging á samstöðunni. Ég hvet fólk til þess að fylgjast með, aðstoða okkur við að dreifa efninu, því að þetta eiginlega sjónvarpsstöð, umræðustöð sem á sér ekki dreifikerfi og
Þannig að byggirist á því að fólk dreifi þessu og aðstokku við það á samfélagsmiðlum. Þið getur farið inn á síðu samstöðurinnar á Facebook, þið getur líka farið á síðu samstöðurinnar á YouTube, gert þar áskrifendur og hjálpa okkur við að dreifa. Ef þið viljið styrkja þessa uppbyggingu og þetta samtal sem hér fer fram á samstöðinni, sem að hefur svolítið komið fram í þessu þætti að ekki vanþörf á að við ræðum meira saman, að þá getið þið gengið í alþjóðfélagi. Það gert með því að fara inn á samstöðun.is og þeir finnið út úr því. Það einhver skráning félaga. Alþjóðfélagið almenn félagsamtök, óháð félagsamtök sem eru með sérstaka stjórn og hlutverk þeirra að styðja umræðu eins og fer fram inn á samstöðunni. En ég þakka gestum mínum og þeim áhorfendum kærlega fyrir aftur og segi bara takk fyrir mig í dag.